Við erum on. Jæja. Viltu byrja að kynna það, Jóhann minna? Jóhann heiti ég, skora alltaf mörg. Já, Halldór heiti ég skora mjög sjaldan mörg. Við ætlum að reyna að lýsa þessum leik hérna og reyna að hafa gaman að þessu. Við erum svo krakkar sem standa hérna fyrir okkur en þeir hljóta að setja hans fljótlega. Ég hef ekki að vona það. Endum að þurfa að standa örugglega. En Dóri, við gerum okkar breytingar á síðasta leik. Já, fórum úr 5-manna-vörn í 4-manna. Þetta ekki 4-3-3 fyrir ekki að þau? Jó, ég held við séum með Orra hérna djúpan og leyfum Sigga og Aroni aðeins að taka þátt í spilinu. Já, það er ekki vitlaust sko. Og Loftur og Hermann í hafsendunum. Loftur er hemmi í hafsendinum, já. Svo erum við með ungan og sprækkan á vinstri bak. Já. Elmar, okkar maður. Herðu, við erum fyrst að konur í gegn. En svona lífið. Völlurinn virðist vera blautur allavega. Já, það er jákvæmt. Ég heldur að hafa vökvað hann aðeins. Já. Það er fullt af fyrrum Þórsurum í þessu magnaliði. Hvað er ekki 4 í byrjunarliði? 5? Þau erum með Stubbin, Gauta, Bassa, Lexa og Tomma. Jú. Þau eru uppfullt af Þórsurum. Enda glæsir lið. Þetta er vel gert, Jónas. Jónas fær ekki aukaspyrnu. Það kemur gerir óvart. Gerir þetta mjög vel. Ekki þetta samt. Þetta var óni. Já. Magnar ennþá án stiga í deildinni. Já. Ég hef okkar ræða sjálfsmarki hjá El Bassi síðasta leik. Ég sá það reyndar ekki. Nei, allt við það. Þér líður bara illa eftir að sjá það sko. Það var rosalegt. Það lúðraði hann upp í skeytin. Það verður hann ekki þar. Mér sýnist að Tómas sé í vinstri bakkur eða ekki? Jú, Tommi í vinstri bak, Bassi í hægri bak. Gauti og Freyþór í miðvörðum. Lexi var einu spjaldi fyrir að missa þessu leik. Já, ég held að hann hefði grátið sér í svefn í allt sumar en það hefði gerst. Líka, Bjarki liggur eftir. Hann hefur lent illa á þetta bakkinu. Bjarki held ég hafi spilað allar mínútur síðan hann kom innan 2018, þannig að hann er ekki að fara út af. Nei. Herru, við áttum að minna á geggjaða hambúrgara niður í Hamri. Já, Geddi Ara. Já. Já, Geddi Ara, hann er góður í ýmsu, en frábær í hambúrgurum. Já, geggjaði í hambúrgurum. Herru, nú er Bjarki að þykjastari middur. Hann stendur upp fljótlega, harkar þetta sér. Já, það er allavega 2 að hlaupa inn á. Já, við erum með 2 skvísur. Ég skil vel að hvernig hann kalla á hjálp. Já, leikunni stopp eftir góðar 3 mínútur. En, já, við Þórsarar eru með 1 bakvörð á bekknum og restin er voðalega framálega á vellinum. Já, ég ætla að tala við röddina hérna og fá skýsluna hjá honum. Við höfum Orra til að detta niður í hafsend. Orri getur dottið niður, svo er Jakob Frans þarna, það er bakvörðin sem talar um. Já. Svo erum við með framherja, kantara og enn eitt kantara. Já. En Svenni er reyndar svo kamildýr og getur spilað alls staðar. Já, það er reyndar alveg hárrétt hjá þér. Ég veit samt ekki hvort þú myndir setja hérna miðuna, en það er aldrei að segja aldrei. Líklega ekki marki heldur. Nei, það eru við nú með Auðun. Já, það er mjög sterkt. Auðun er okkar maður, það er morgunljóst. Herra, Bjarki er staðinn upp, við virðist alltaf að harka þetta að sér. Var þetta ekki bara smá högg á mjóbakið og svo bara áfram gakk? Jú. Já, leikurinn alltaf komin aftur á stað. Og við gefum hann strax frá okkur. Vel gert. Þarna eigum við Orri sópar upp. Hann er bandið í dag. Já, við erum að reyna skólan aðeins til, ég og Svenni í bílferðunum á milli. Kenna honum á lífið og þá getur hann tekið við bandinu á Svenna. Já. Veitu hvað nú? Hérna leikur Freyþór eftir. Já, Freyþór var farin að kvart yfir þessu áðan. Já, Olbóinn. Hann er frá Húsavík, menn er ekki þekktir fyrir að vera harðir á Húsavík. Hann er reynda frá Laugum, sko. Hann er frá Laugum, já, hann hlaut að vera. Hann hlýtur að harka þetta. Hann er frá Hömrum, sko. Já, nákvæmlega. Það gerist ekkert harðar en það, sko. Jæja, leikurinn enn og aftur komin í gang. Bjarki komin inn á.
Tommi með innkastið. Hann tekur sér alveg rosalega góðan tíma í þetta. Og Þessi er farinn. Já, þetta var ekki góð setning. Bjarki sendir hann heim á loft. Nei, neglir honum upp. Tommi skallar. Já, Lexi. Það er eitthvað sem segir mér að Lexi fái gullspjald. Já, það er bókað. Það sé ofpeppast að vera komin aftur hingað. En ef hann fær spjald núna, er hann þá ekki búinn að ná sér í bann fyrir leikinn eftir Vestló? Það er ekki bara gamla reynslan? Jú, það er þetta bara mjög góðu punktur hér. Það er ekki dæmt fyrir á þriðjudaginn í næstu viku. Það var ekkert svo villust hjá hann kannski. Freyþór ennþá utanvallar og Tommi tekur sér drykklögg og stundi í sig innkvastín. Já, ég held að Tommi sé ekki að fara að flýta sér mikið í dag, bara almennt. Reyna að vinna smá tíma og... Já, ekki villust. Þetta var nú gamla dívan. Mér sýndist það hjá Lewis. Loftur með sending á engan. Þetta er ekki Lewis. Mér sýnist Chrissi Rós að spila út í hægra megin. Já, hann hefur verið aðeins í því. Er það ekki? Jú. Og Kairó er þá væntanlega að leiða framlínuna. Já. Sér spurningum ekki við hárgreiðslinu á Kairó, en það er kannski bara því ég er kollvik. Þú ert reynda með hákollvik, þú mátt eiga það. Þetta er ekki sérstök sending. Nei, Bjarki var með lélegan bolta fyrir þetta. Ekki mikið bóði inn í tegnum heldur. Það er áfram gakk bara. Ef ekki að tippa að Siggi skorum í skalla í dag. Gera það vanlega. Já, ef hann fær að fara framan, þá er hann drjúgur. Það er enda rétt sér. Eins og mútið Völsungi. Já, heldur betur góðu þar. Stöpurinn er núna að fara að lúðra þessu svona... Þetta lúður sig ekki á teipbúin hinn með. 65-70 metra. Já, einmitt sko. Það er ekkert spaugað þarna sko. Það er ekkert fyrir þessu. Alvaro setur press á Gauta sem að neglir honum upp í loftið. Ég held að segja alvöru, vel gert hjá Saab, ég held að segja alvöru verkefni fyrir miðvarpar Magna að fara að díla við. Spænska undrið? Já. Já, þeir eru hvorugur hraðir, þannig að menn verða að reyna að nýta sér það, setja boltan á bakvið. Já. Já, býtu, við erum að spila með Jónas út af vinstri kanti, já. Já. Hann þekkjum þá stu ákveðlega. Jakob gefur á Tomma, enda gamli liðsfélagar. Orri, hörku tæklingu. Boltin upp í loft, Hemsson mætir. Koppi ætlaði að drepa hann í Puma King skónu sínum, það tókst ekki. Nei, glæsileg skór reyndar. Geggjaði skór. Alvöru leiður þarna. Tommi mættur innkastið. Ekki að flýta sér. Nei. Það er svo sem ekki ástæða til kannski. Missir hann, heyrðu, Koppi hendi sér svo niður og fær dæmt á sér brot. Magni er að spila næst. Já, mánudaginn eftir, Vestlunarhelgin eða ekki, mánudaginn. Jú, þeir dutt út úr bikar. Já, gegn Þrótti Reykjavík. Er það? Á heimavelli. Já. Og Þórsar er eiga afturöld eitthvað útvelli á sama tíma. Já. Það hlýtur að vera leikur á þeim næstu helgi. Já, þeir eru að grinda. Þeir eru að grinda eitthvað sunnudaginn. Heima, 2 heimaleiki í röð. Það er ekki ferðalög allavega mikil ferðalög í þess að frá leiki. Nei. Við hins vegar ætlum að skella okkur suður á sunnudaginn, spilaði Framarana. Við leggjum land út í fót. Svo eigum við FH í Krikanum. Það var 5. Já, alveg slagað þar. Svo eigum við leik mánudaginn, Fríti á Veslumanna gegn Aftureldingu. Þetta er allt í Reykjavík. Já. Þannig að við verðum svolítið á ferðinni. Sem bara flott. En Magnamenn eru búin að skora heil 3 mörk í 7 leikjum. Já, fá á sig 17. En við Þórsar erum búin að negla 9 mörkum inn. Búin að fá á okkur 7. Já, við höfum ekki verið nógu beittir. Það verður bara viðurkennast. Allt í lagi að vera búin að fá á sig 7 mörk í 7 leikjum en að skora 9, það er hreinlega ekki boðlegt fyrir okkur. Nei, það er ekki nógu. Það er bara þannig. Og hvað þá með þeim eittan? Þá skorum við ekki með hann. Þeir skora strákarnir í dag, sérðu? Jónas? Nei. Jónas endur ekki að fara að skora með skalla, ég get alveg lofað því. Það ruglar hálfgastan hjá honum, sko.
nú komið eilítið meira lífi í þetta, ekki búið að stoppa leikinn núna í einhverja 5 mínútur. Nei, ekki vegna meiðsla allavega. Nú kemur Stubburinn. Hann spilar stutt, fyrsta skipt á ferlinum. Ég myndi halda það. Þá kemur Gauti með langan. En ekkert voðalega langan. Nei, hann dreif nú ekki að blankt á Stubbu, myndi gera. Bjarki finnur Kobba sem að mæti Tomma vini sínum. Tommi með góða Tommi étur hann, það er bara svo leiðis. Gjössamlega, tekur svo sítansnúning á eftir. Tommi bara með stæla á Þórsvelli. Hann hefur aldrei gert þetta á ævinni, held ég. Hann gerði þetta vel samt. Jónas missir hann frá sér. Orri ekki fara að tapa skallabolta í dag, það er loforð. Já, fekk aðeins högg á auga sinns mér. Kobbi gerur vel. Alvaro Jónas finnur Alvaro. Svo verður menn bara drulla sinni í teig. Þetta er fítboll. Nei, það er enginn hver. Það er enginn hérna, en Elmar mættu núna. Kemur hann fyrir. Kobbi, kemur. Ég ætla að segja þetta er óefni. Eða ekki. Hemmi og Krissi Rós. Krissi Rós gerir vel. Gerir mjög vel. Þarna dæmir hann. Já, þetta er línan í dag. Hann má ekkert. Jóhann Ingi, hann er með þetta hreinu held. Nafni. Já. Hann verður að lifa aðeins hörkuís. Þetta er ekki bálegt. Nei. Hleypa ekki smá hitt í þetta. Það verður hittið, það er loforð. Við lofum mörkum í dag samt. Já, já. Þetta Siggi skori alveg pottið. Og spænska undrið, hann hlýtur að koma með eitt. Já. Ef ekki úr opnuleik þá vítaspyrnu. Já. Hann reyndar stefnir hraðbyrji að vera svo eini sem er klúra fleiri vítum fyrir félagi heldur en ég. Er hann búin að klúra mörgum vítum? Já, kannski búin að klúra 3. Ég er búin að klúra fleirum. Mun fleirum. Þú ert líka búin að spila hann fyrir leikið ekki? Jó, vissulega. Hrikalega lélega vítaspyrnu. En fekk að taka víti allt og lengi. Segja gárungarnir. Mér finnst spili hjá Þórsörum. Það er svona í hægari kantinum, svona milli kantara sko. Já, við þurfum að finna of marga á leiðinni sko. Já. Þannig að Aron snýr hann vel af sér. Þá þarf Ossi bara að færa hann yfir. Ossi neglir hann á Alvaro. Nú mönnum við boxið. Jónas færa hann aftur. Ói! Hörru, skotið! Stubbu ver. Þarna verður einn að vera mættur á fjær. Passi með skemmtilega sending á Jakob. Það er gamli liðsfélaga líka. Já. Elmar í fyrirgjáðstöðu. Fyrir með hann. Og Gauti hreinsar í horn. Fyrsta áspilinu leiksins. Þetta er langlegan upp í skóla, boltinn. Ef að tippa á markið þessari? Ég held að Loftur kom með einn dóvend. Loftur hefur ekki verið líklegur. Bjarki hefur samt verið líklegur. Bjarki er mjög líklegur. En ég held að hann verið vel dekkaður í dag. Lofturinn á hins vegar eftir að koma okkur á óvart. Bjarki var... Setur einn hérna, sérðu. Fer á næstöngina. Það kemur, Freyþór skall að fara í annað horn. Það er annað horn. Fáum annað séns. Taka 2. Bjarki er nú búinn að vera líklegasti leikmaður Þórsarins tímabil til að skora 3. Já, hann er ekki svo eini sem búinn að skora 2 mörk í leik. Jú, og hann klúraði reyndar rosalegu dauðafæri mútið leikni líka. Já, það var bara, þá hefði sett 3 á korti. Ég held ég hefði samt hætt í fótbolta að ég sé Bjarka skora 3 sko. En það ekki. Nei. Við hefum tekið það á kassan. Hann hefði ekki hætt að tala um þetta 8 ár. Við hefum kannski fengið nýtt lag. Mögulega. Annan hittara. Þessar spinnur sko. Já, þetta er ekkert spaug. Það er ekki lægi sko. Sko ég fæ stundum hausverk þegar ég spila fótbolta. Ég er ekki að skalla bolta frá stöfnum sko. Það held ég að það er nú bara... Það sé ekkert voðalega jákvætt sko. Það er kortir í heilari sting sko. Boltinn aðeins í hálóftunum. Alvaro nær þó að taka niður. Gerir þetta ákveðlega. Nú þurfum við bara að fara að hlaupa eins hraður upp í þessar sóknir. Færa hann yfir, já. Vel gert hjá Ossa. Nú er Kobbi bara að fá hann og fara 1-1 á tam. 1-1. Hann er nú aðeins nefnir Tom, en Tom reyndar kann aðeins á hann eða ekki. Er tvíman á reyndar. Spila þetta vel. Kobbi tínir honum aðeins undir sér. Jónas, skotfæri. Þetta er vel gert hjá Freyþóri. Já, hann gerir þetta vel drengurinn. Með reynsluna í 640. Sér svo Freyþór fann að rífa kjaftu Jónas, við erum hrifnir að þessu. Smá Völsunum. hitti. Góðu stuðningur í stúkunni. Ánægð með þetta. Jakob. Hörðu. Menn þurfa að vera á tánum sko. Það er svoleiðis.
Þeir eru boltinn búinn að detta tvisvar fyrir menn þarna í tegnum eða vera vakandi. Já. En það einu leik lokið í Lengjudildinni í dag. Vestri og IBVF gerðu 3-3 jafntefli á Ísafirði. Það ekkert annað. Okkar maður Nacho Gil með 3. Já. 2 á víti. Og þetta sterkt stig. Ríkala sterkt stig fyrir Vestra. Svo leiknir Reykjavík 1-0 yfir gegn Víking Ó í Breiðholtinu. Já. Gauði Þórar mættur þar. Já. Í annar deildinni ekkert að frétta nema Mike Brown og félagar Njarðvík að vinna Víði 1-0 í nágrannslag. Það ekkert annað. Það alvöru nágrannslagur. Það geti verið hitt í það líka. Já, mögulega. Herru, lofturinn skallar. Ekki hotn. Nei, reyndi það samt. Þarna engin magnamaður. Aron gerir þetta bara ágætlega. Já, já. En Bassi þrátt fyrir að vera, hvað, 40... Nei, en ekki 36 ára eða eitthvað. Bassi? Já. Herru, við skulum segja þessi 43. Hemmi gerir hérna, það var riski sendingu Elmari þetta. Bassi er samt í standi eins og þessi 18 ára. Ég held að sé betra standi en allir inn á vellin. Já. Rosalegur, sko. Hann ekki að fara að tapa öxli í dag, held ég. Nei, það ekki séns á því. Aron langar langt. Kontar hann. Aron kontra boltna fram og Alvaro einn í gegn. Stubbur í kýli frá. Gerir ríkalega vel, Stubburinn. Alvaro var ekki að fara upp í þennan bolta. Nei. Jakob með skæri sín. Koppi, tvöföld skæri, finnur engan. Beint á Gauta. Gamli liðsfélagar. Menn verða að fara að horfa búningin, ekki andlitinn. Ég sammála því. Ekki Don Hjósa, gerir þetta ágætlega bara. Jájá, Haldónu bara. Byggja upp á nýtt. Magnamenn reyna að pressa okkur, en við spilum út úr því. Bjarki Þór Viðarsson. Þetta var kloppið. Kemur með gamla kloppan. Hann var óvart, en við hann telur. Hvað gerir Jónas? Finnur sér pláss allavega. Ossi setur hann í dómaran. Þá stoppar hann leikinn. Þessi dómarar, sko. Þessi regla, sko. Já, hún er alveg galin. Þetta var svo lúðra þeir honum yfir, eða ekki? Nei, við eigum hann þá núna. Já. Og þeir eru ekki ennþá búin að færa liðið yfir. Koppi finnur engan, Bjarki næri þessu þó. Það reddar þessu. Ossi snýr vonandi, nei, afturinn í pakkan. Jónas, hann... Því miður. Jónas er ekki alveg svona snöggur. Nei, þó snöggur sé. Já. Snöggur á fyrstu metruna kannski. Þá er spurning hvað Stubburinn gerir. Hann sendir liðið fram. Sjáum 70 metrana núna. Svo er bara spurning með seinniboltan. Já, þeir eru ekkert með voðalega stóra byssur, hávaxna menn þarna frammi. Magnamenn? Til að fara í skallabóratu við menn eins og Loft og Orra, sko. Nei, Orri á að geta þetta allt saman sýnist mér. Enda fer hann upp í þennan og gerir það. Bassi á komið vel ofalega þarna, hún langaði í þetta. Já, hann er alltaf til smá fætinga, Bassi. Já. Hemmi gerir þetta ágætlega. Krissi Rós gerir þetta betur samt. Já, þetta var skemmtilegt hjá Krissa, en Orri vinnur hann. Hlýtur að setja Alvaro í gegn. En Gauti gerir þetta mjög vel. Gauti gerir þetta vel, maður. Tekur svo tæklinguna sína, hann hatar ekki þessa. Ég hef oft séð þessa. Það vissu allir hvað var að fara að gerast þarna. En það sást að Jónas var skítrættur við hann. Já, Jónas vissi alveg hvað var að fara að gerast og hoppaði bara upp úr þessu. Já. Sem er kannski skynsalegt. Ég held að það sé mjög skynsalegt þegar Gauti er annars vegar. Siggi gerir þetta mjög vel. Bjarki kemur svo með hann inn í. Þar erum við bara of fámennir. Þetta er hotspinna, eða Tom hann alltaf ekki að lúra þessu burtu. Tom setur hann beint á Bjarka. Setur hann Jónas, Bjarki. Vel gert. Finnur mann. Finnur Alvaro. Ói. Gauti gerir vel. Heyrðu. Alvaro reynir hérna bicycle kick. Gengur ekki. En fín tilraun. Hann tók nú eina þannig á æfingu daginn. Þetta tók hann ekki 2 á sömu æfingunni. Og rosaleg. Það er svona alveg óþolandi ef það tekst hjá honum á æfingu. Er það ekki alltaf þegar þú ert í búrinu? Yfirleitt, jú. Ég hef búin að fá mig 3 hjólaspyrnur á mig á æfingum síðan ég kom. Ég veit ekki af hverju ég er að segja það, maður er ekki að auglýsa svona, sko.
Það enginn að hlusta hvort þetta allt í lagi. Það allir að velja með full stúka, sko. Já, það hrikalega vel mætt í dag, enda grannaslagur á bestu gerð. Fullt af fólki Hamri að fá sér hambúrgara og gos. Einhver í öðru. Já. Það spurning hvort við förum ekki í burger í hálfleik, ég held við eigum hann alveg skilið. Já. Hjartanlega saman því. Rosalega góðu Getti á grillinu. Ef að Getti að hlusta og væri vel til að fá sendingu hérna af kóki eða eitthvað. Það var ekki villust. Þyrsti strákarnir. Og einn með kóktisósu. Heyrðu. Hemmi, hann var ekki rángstæður. Hemmi tekur enga séns allavega, negli þessu fram. Magnamenn ekkert búin að koma sér í einhverja almennilega stöðu í þessum leik. Já, ég sé nú bara ekkert fyrir gæjanum á kamerunni hérna. Ég sé ekkert þennan vallarhefning, sko. Heyrðu, Jónas hendi sér í gólfið og Tam mættur. Hann á vinstri. Fyrirgjöf með vinstri. Þarna á vingan. Þarna Elmar reddar okkur. Jónas setur svo pressu hérna upp. Bjarki ekki komið nógu uttalega. Halda ágætlega bolta Magnamenn þegar þeir nenna því. Já, hann er okkur með Alexi, komir í 10-una. Eitt langur. Krissi Rós vinnur þennan. Já, vel. Kairó næstuði búin að ná honum en þeir halda honum ennþá. Þessi sending var ekki líkleg til árangurs en Elmar kemur svolítið í burtu. Ekki Alexi í bleikum skóm, erum við að sjá það? Það sýnist það. Glænýr, sko. Það var sagt að allan sem spilir bleikum skóm, það er bara mín skoðun. Þú veist að Gauti er bleikaskóm, sko. Já, Gauti, hann er alltaf verið öðru sem við hinnir. Gauti ánáttúrulega bara verið í Kúpa Mundial eða gömlu Puma King. Já. Algjörlega hann, sko. Gauti er hafsend af gamla skólanum. Hann er ekkert að spauga, sko. Hann er ekki að vera í svona, sko. En ef hún líður vel, þá ætlum við ekkert að dæma það. Já, ég vil alltaf sagt að menn eru í bleikum skóm, en já, ég er rétt að tengja eftir því. Bleikir og gulir, það er ekki í boði. Þú sagt að nú Sölva fyrir að vera í bleikum skóm og nú er hann komin í nýja gulla. Já. Eftir að bleiku eyðilögðust. Sumir læra, aðrir ekki. Það er rétt. En hann er búinn að kaupa sér markaskó. Ég held að Sölvi, þegar vorum að tella þetta upp á hann, Sölvi á líklega eftir að skora þetta. Þetta er leikur fyrir hann. Stimpla sér almennilega inn. Ég held að Sölvi takki við að þér í laginu og skóra alltaf mörg. Já, ég er hrifinn að því. Þá get ég fara að hætta þessu. Nei, ekki, hætta þessu rugli. Og við getum bara einbytt ykkur að lýsa leikjum kannski. Já, þetta er kannski nýja heimavöllurinn, ég veit það ekki. Það er alltaf að gera margt leðilega. Þá þurfum við kannski að tala um hvað er að gerast í leiknum, eða ekki? Hætta að tala um skóna. Þetta er voðalega mikið í hálóftunum. Aron hlýtur að koma út að éta þennan. Já, Lautaro setur pressu hérna en það má nú ekki gleymast að við erum með fyrir magnamenn í okkar liði. Gauti Gauta hefur náttúrulega verið, nei fyrir ekki, Gussi, hann er náttúrulega uppalinn, spila með meistaraflokki, Jónas ætlar að sleppa í gegn og lúðrar hann, en Stubburinn vandan á vaksin í markinu. Þetta er samt velgert, við þurfum meira af svona hlaupum í kringum Alvaro þegar hann fær inn í lappir. Það er hárið rétt. Það er oft sem Alvaro er svolítið einangraður hjá okkur og við þurfum að reyna að komast nær honum, þó hann hlaupir hratt og aðstóðan. Þetta er sjálfsíð frá Stubbnum, sparkaði bara 30 metra. Það var stutt þessi. Gamla Kingsið. Kemur fyrir á bestu bæðum. Það er 23 minntur linn og það er ekki... Það er lítið að gerast, það verður að viðurkennast. Hann fer ekki fyrirsætninar allavega þessa fyrstu 23 minntur. Nei, ekki myndi ég nenni að vera með beina lýsing á þessu. Nei. Þó ég sé það. Jónas lúðrar hann, Stubburinn grípuð þennan auðvitað. Beint í hendurnar á Stubbnum. Ætlaði að finna Alvaro á fjær. Á Stubbur eftir eitthvað lið á Norrlandi? Hann eftir KF eða ekki? Stubburinn hefur aldrei spilað með KF en hann er búinn að spila með Dalvík, Völsung, Þór, Káa og Magna. Já. Þetta er betra. Það var að berast kvörtun að heyrist ekki nógu vel í Dóra. Það er ekki nógu gott. Þetta verður aldrei verið sagt um hann að hann kunni ekki að tala. Heyrðu, Alvaro fer í gegnum 3. Það gerir þetta bara ágætlega. Reynir að fara í gegnum 4, það gengur ekki. Þá kemur Aron í pressu. Það verður dæmt aukaspyrna hann alveg pottet. Já, það má ekkert í þessu. Þetta var nú kannski mögulega brot þeirra Hjálmús. Við getum gefið það held ég. Það var stundur rétt fyrir sér. Það var ágætlega gert á nafnaðinum á flautunni sko. Heyrðu, Freyþór kemur með hann langan. Já. Upp í loft, átt að Elmari sem að étur hann, skattar hann á Sigga. Ég vil fara að fá meira frá Sigga vinum mínum. Já. Mér finnst svona eins og þessi 3 miðjumenn hjá okkur. Þetta er svolítið flöt miðja. Þeir eru ekkert að sækja
alveg nóg mikið fyrst með sókninni sko. Já, þú vilt fá það ofar. Ég veit allavega að fá Sigga ofar en hinn með þá kannski sitja og koma það bara í setjubylginu sko. Ég var Sigga bara alveg fyrir á hlutverk. Það væri ekki vitlaust. Nei, ég er sammála því reyndar. Siggi bestur í tíunni. Hann líka hleypur svona 18 km í leik. Já, hann má eiga það, hann vinnur eins og hestur. Guð minn álmáttugur sko. Ég myndi ekki nefna dekkan í fótboltaleik. Loftur gerir þetta mjög vel. Já. Loftur át þennan. Já. Hvað gerir hann svo? Gerir þetta bara ágætlega. Sigga finnur Orra og við erum Alvaro er rangur. Já, Jakob var rangur allan tíma því miður. Jakob var í aðeins betra hlaupið þarna. Já, hann hefði getað fundið hann. En svona er lífið, áfram gakk. Já. Nú erum við aðeins búin að hreyfa við framlínni. Jónas er orðinn efstur. Kobbi er komin yfir. Og Alvaro sýnist mér ætla að leggja Tomma í einelti. Já. Spurning hvort að við látum reyna á það í smástund, sjáum hvað gerist. Smá róttinning á þessu. Alvaro er alltaf duglegur að fá hann út í hægra megin. Já, gerir það vel og er mjög góður ef hann næra einangra sér út á kanti á móti bakvörðum. Já. Herðu, þarna kemur alvöru barátta, hrifnir þessu. Magna með þá innkast, mjög ofalega á vellinum. Já, spurning hvað Bassi. Þá kemur El Bass og lúðrar þess inn í. Er hann eitthvað í því að taka löngin köst? Bassi hann er ótrúlegur, hann getur allt. Hann er góður í öllu sem hann tekur sér fyrir. Þarna er hefnir að það sé ekki dæmt brot á okkur. Var ekki Helgi, fór hann ekki full auðvitað niður þótt að Aron hafi sett hendurnar út þarna. Já, það er bannað. Það er vissulega bannað. Og við þurfum að passa þetta því að þarna hefðu við getað fengið aukaspyrnu á hættulegum stað. Var þetta vítaspyrnu held ég? Það er svoleiðis. Já, hann var nú inn í teig. Já, þess vegna hann þorði ekki að dæma það. Nei. Krissi Rósson er fínn á punktinum. Já, Krissi Rós held ég að sé bara með 100% nýtingu á þess að vera á þess að lofa því. Já, ég verðum ekki með að staðfest en það er líklæra en ólíklæra. Bassi sett frá hann voðalega hátt upp í loftið. Siggi vinnu þennan og Kobbi eldir, Freyþór lúðrar þessu. Já. Þar kemur Bjarki, tekur hann niður, fær á sig pressu. Ótrúlegur. Finnur Monteo og Alvaro færir hann vonandi yfir núna. Elmar yfir, nei, gera það ekki. Klappar honum voðalega mikið. Já, aðeins svo mikið þarna og Loftur missir hann út. Þetta var óefni. Já, Lúvits var ekki sáttur með að hans menn voru ekki að koma í pressuna með honum. Herru, Krissi Rós kemur hratt innkast. Helgi, hann Loftur, beint á Loftin. Loftur gerir vel þarna. Herru, þetta er gamla hendin á Krissa. Já. Þetta er bannað. The Voice-in, einhverju vesin hérna hlýna okkur. Herru, þetta er skemmtileg sending tilbaka í Berga. Já, að gera að láta hann boppa vel. Á Aron með nýjarlífina. Þetta er bara mjög vel gert hjá Aroni. Þú hrifinn af nýjarlífinni? Ég er mjög hrifinn af nýjarlífinni. Aron. Herðu, Elmar ætlar að Gauti setja pressu og Gauti rúðrar þessu fram. Farið hérna undir Orra. Hárrétt að dæma þetta. Við skiptir honum yfir og þá fáum við stöðuna sem við viljum. Alvaro 1-1. Krissi Rós kemur í bak hjá honum. Ekki dæmt. Þetta er vel gert hjá Tom. Alvaro snýr, fer aftur á Tam. Setur hann inn í og Jónas er á fjær. En helvíti hann Bassi er hérna. Ég má kannski ekki tala svona en við þurfum að hafa það. Jú, blessaður. Við séum það sem við viljum. Herðu, við tippum á loftina. Hvernig er við að tippa núna? Ef ekki að setja á fyrirliðan bara? Ég myndi henda á einhverju óvæntu sko. Já, fyrirliðin lúðrar einu inn núna. Það er þetta náttúrulega mjög óvænt. Hann er við Krissa Rós vinn sín á dekkan. Sérðu, setur hann aftur inn í og Lofturinn. Jónas, stöngin, skotið. Já, það er Assari á Loftin og Jónas Björgvin Sigurbergsson er búinn að koma okkur yfir hérna eftir hálftíma leik. Þvílíkir kókar. Báðir í mörkunum. Þetta var hrikalega vel gert. Já, þetta var hrikalega vel gert. Hann tók hann var næstu búinn að skora með hælnum. Það hefði verið rosalega. Sett hann í stönginu með hælnum. Hann hefði þetta aldrei haldið kjafti ef það hefði gerst. Það er mjög jákvæmt að það gerist ekki. Mjög jákvæmt held ég. En Jónas Björgvin á 30. mínútu, hann hlaut nú að koma að þessu. Jónas Björgvin Sigurbergsson sem skoraði fyrsta mark Þórsara hér í kvöld. Hann skoraði nú bara af þenni frændiðin, ekki? Þú kendir honum þetta? Ég er búinn að kenna honum þetta í gennum tíðina. Ýmislegt sem að Jónas getur lært af þér. Búinn að leyfa honum líka að skora á mig líka mikið í gennum tíðina. Já, þetta er bara til að auka sjálfstraustið. Já, það er yfirleitt þannig. En þá er spurning hvernig Magnamenn bregðast við þessu. Já, en við tippum á loft á hann.
Svo Ja. tippaði við Orra og Orri átti sendingun á Loft sem átti sendingun á Jónas. Já, við skrifum þetta okkur. Ég myndi halda það. Þetta var gamla karmað. Hlýtur að færast aukinn kraftur í hann. Freyþór missið hennar út af. Nei, gerir það ekki, gerir vel. Gerir þetta mjög vel. Bjarki, bjargar okkur hérna. Nú hljóta bæði liða að fá smá blóð á tennuna. Magnamenn lendir undir eftir 30 mínútur. Og ef að þeir ætla að halda sig í þessari deild þá þurfa þeir að fara að safna stigum. Það er algjörlega á hreinu. Það er nú bara svoleiðis sko. Herri, Stubbur kemur með eitt langan. Já. Kemur óvart. Hann er Það eru tíðindi úr Leikni Fáskrútsfjörður í Keflavík. Leikni Fáskrútsfjörður eru komin yfir á heimavelli. Það er ekkert annað. Já, á 43 mínútu. Við hefum getað sagt það. Það er hreinlega, þetta er bara hörku heimavöldu hjá Leikni Fáskrútsfjörði. Já, það var ekki auðvitað að spila hann daginn þegar þú varst búinn inn á einhverja 37 sekundur. Ég held ég hafi aldrei fagnað mikið á ævi minni. Nei, þetta kom á óvart. Við kynum það, í 9 af hverjum 10 skiptum hefði ég kiksað hann. Ég hef nefnilega orðið vitni að því svolítið á æfingum. Heyrðu, fyrir Alvaro Monteo í dauðafæri eftir glæsilega sendingur á Kobba. Þetta var alvöru bolti. Gerir þetta í rauninni vel að skalla hann í jörðina en því miður aðeins og fast og yfir markið. Með neppanum. Jó, það gæti þetta verið. Þetta var virkilega vel gert. Já. Spurning hvort að mark þarna hefði hreinlega rota Magnamenn. Það er spurningin. Það er svona svo að vanti eitthvað smá upp á hjá þeim í sóknarleiknum. Mögnuðu Magnamennum. Já. Ég held að þurfa að gefa Lexa bara aðeins meira frelsi fram að þið. Ég har alltaf að trúa Lexa mínum. Lexa er ósegur. En hann er að fara að ná sér spjald í dag, það er loforð. Það er ekkert öryggar í þessu lífi held ég. Magnamenn er aukspilnaðin eftir að Elmar rann og Dæmdu þeir hendi á þetta? Hvað gerða? Það er dæmt hendi á þetta. Nefn hann hafi verið eitthvað að reyna að sparka í boltan og hafi fyrir með eitthvað niður. Bassi með langa bolta. Í gamla dag var ekki dæmt hendi á líkindi mann. Nei. Það er 9 tímar í þessu. Það er munur á bolta í hönd og hönd í bolta samt sko. Já, það er víst. Freyþór neglir honum fram. Orri er að fara að vinna hennan. Já. Jónas fær hann. Snýr Bassa af sér eða hvað. Nei, Bassi vinnur hann. Kei Rós með sendingu. Ætlaða Kairó. Þeir fá innkast hátt á vellinum og þá mætir El Bass á vettvang. Magni er nú með einhverja byssur á bekknum þegar. Þeir eru náttúrulega með Tómas Öður og Frosta. Já, þeir geta breytt til og fengi inn game changera. En við gefum þeim hérna þeirra fyrsta hot. Já, það gerir Elmar. Munurinn á þeim og okkur er að þeir eru með þeir eru allavega með 3 varnarmenn á bekknum. Já, þeir voru tilbúinir að pakka. Tilbúinir að skora og pakka. Breyta því. Við hins vegar ætlum bara að sækja til sigurs hér í dag. Jose Mourinho, já. Við erum búin að tapa ofmörgum stigum á Þórsvellinum í sumar og ætlum ekki að tapa fleirum. Óboðlegt. Já, kemur sendingin. Hér kemur okkar maður Geti Ara. Góðir í mörgu en frábær í flestu. Þar á meðal í hambúrgorunum. Þetta er svo stórt, en hörru, nei. Tam var að hóta því að skora hins vegar meðan við erum að borða hambúrgarana. Það hefur verið rosalegt. Fáum hérna appelsín með. Gauti hann með boltanum á vinstri kanti, það hef ég aldrei séð áður. Sér þetta örugglega aldrei aftur. Nei, í bleiku skónum maður. Já, hann hefði líklega hent honum inni ef hann hefði ekki verið í bleikum skóm. Já, mjög líklegt Tommy. En Tommy hins vegar, hann er komin í hættulega stöðu. En það er bara ekki nú að tegnum hér. Nei, þarna hreinlega var bara, það var einn maður einhvers staðar á fjær. Helgi var 1 á fjær og þessi sending var ekki að vara hann og þetta er brot í mínu bókum. Já, fáum það. Alvaro ætlar að taka það stutt, hratt, enginn frammi. Beint á Bjarka, fær hann aftur. Við varum svo rúla eins. Setur hann á Bjarka, Alvaro fær hann svo inn á miðjunni, finnur það Sigga sem snýr á Bjarka og hann verður bara að koma þess inn í. Gerir það! En El Bass lúðrar þessi burtu á Tam sem setur hann í innkast. Nei, Bjarki, jú, Bjarki lætur hann fara. Ekki séns að þetta. Við fáum okkur appelsín. Siggi vil fá hann, Siggi fær hann.
Það er brot hjá Sigga. Siggi, Ekkert dæmt. ekki dæmt. Þetta var líka mjög soft, við verðum að gefa þeim það. Það er það. Þarna er leikmaður sem ég hreinlega veit ekki hvað ég á að kalla, Costello Lautaro. Köttum hann Lautaro. Köllum Lautaro. Þetta brýtur Bjarki á Lewis. Og Þeir taka og henda kanurunum fram síns mér. Þarna er Freyþór mættu, Gauta hótar að fara, fer svo á lokum. já, sjálfsögðu. Þeir luta Bass Elbaz sendur tilbaka. Lexi hefur nú verið að taka þessi föstu leikatrið upp á síkastið en Lewis Finnur Cairo upp í horni, einn á koppa sem fer fram hjá honum, gerir það vel. en Siggi er hann komið aftur. Lewis setur hann á fjær og Aron Mjög vel. gerir þetta vel. Gauti hins vegar með boltan í teignum. Þetta er tækling hjá. Menn er að fleygja sér þetta niður. Ekki víti. Þetta var vel gert hjá Hemmamaður. Já, vel gert hjá Nafna, þetta er ekki. Elbaz setur hann aftur inn í hins vegar. Hemmi setur hann í fjær. Skot í stöngina frá Cairo. Tarfurinn rann ekki í honum blóðið, hann þekki ramman sinn. Og við fáum markspyrnu. Wow. Sástu Tarfinn, hann rann ekki í honum blóðið þarna. Þetta bara, þarna skal hurð mjög næri hægir. Minn álmáttu. Já, þetta var full nálægt fyrir minnsmæk. Alveg sofandi hann í dekkingunni, sko. Gauti Gauta á líka ekki að fá að snúa með boltan í okkar teik, sko. Nei, ég er alveg sammála því. Þar verður við að setja hann betri press á hann, sko. En samt, ef þú vilt kannski hafa einhvern mann í þannig færi, þá er það kannski Gauta á þess að vera að taka eitthvað af honum. Topp maður. Geggjaður gaur, en Við þurfum að fara að hafa eigendaskipt á bílunum okkar, en Gauta eigum það inni. átti einmitt lélugustu aukaspyrnu sem sést hefur á Íslandi. Ég man ekki hvað leik það var. Hann var nýbúinn að skora aukaspyrnu á æfingu deginum áður og vildi fá að taka hana og setta hann í hnén á varnarvöngum á 93. mínútu held ég. Það er það sem við kallum óhefni. Já, þetta var örugglega fín spyrna hjá hann. Þarna er Lexi minn með boltan yfir á nákvæmlega engan. Það er engin magnamaður hægra menn á vellinum. Þetta er vel talað hjá Aroni. Tarfurinn tekur hann bara í rammana og finnur svo Hemma. Reynum að byggja upp spil. Opnaðins miðjuna, reyna það. Bjarki er aðleitt út í hægra megin. Við erum aðeins svo lengi að færa hann yfir. Já. Þá bara byrjum við aftur. Liggur svo sem ekkert á, sko. Nei. Ég er ánægður að sjá þegar Ossi kemur svona á milli miðvarana og þeir að dreifa þess aðeins sjálfur. Já, þetta er að opna miðjuna þeim. Já. Gerir það vel. En nú fær Bjarki boltan hins vegar hægra megin. Lewis mætir honum. Lewis mætir. Alvaro á Tam. Setur hann á Bjarka og Bjarki með hann inni. Freyþór gerir vel. Freyþór Þetta er bara markspyrna. Já, þetta er held ég bara hárrétt við miður. Þetta var bara mjög gert hjá Freyþóri. Bjarki lætur aðstæðdómarinn heyra. Það má. Það má alveg, hann þarf að gera það líka. Ótt sagt að það sé þeirra verkahring að fá að heyra það aðeins. Herðu, Elbaz snýr. Jónas í bakki á honum. Ekkert flautað. Siggi fær hann á miðinni. Setur raskatið út. Við séum þetta áður. Maður sér þetta nokkur simuleik. Gauti gerir þetta mjög vel. Alvaro fær aukaspyrnuna og hann er að hóta spjaldi hérna. Gauti er ekki sáttur. Nei, eðlilega, þetta var nú ekki eitthvað sem ég finnst eiga að vera spjald, sko. En við þykjum það. Já, við þykjum þetta allt saman. Hann er bara að hóta þessu, hann er ekki að fara að spjaldan. Nei. Sérðu? Gauti er nú ekki búinn að brjóta af sér leiknum hingað til. Tekur svo gamla svaninn hérna. No more, sagði maðurinn. Aron, hann vall að fara að varpa þessi inni, hann lítur að taka þetta stutt. Já. Spila bara tilbaka á loftinn. Halda hans í hann, fáðu ofar. Loftur á orra út. Svenni alveg að láta sína menn heyra það á hliðalínni. Svenni hefur ekki húma fyrir þessu. Nei. Við erum lendur hérna 1-0 undir. Móli, hann rennur ekki í húnum blóði, hann er alveg rólegur hérna. Staðan núna þetta. Já, mér sýnist að vera að láta Það skiptaði Palla. Svenna hérna heyra í aðstoðardómaranum. Ekki fyrsta skipti. Nei. Ekki það síðasta. Já, líklega. En nú kemur Stubbur með 70 metrana. Nei, hættir við. Helgi, kominn að deyðu hægra megin. Nei, vinstra megin. Gauta fær hann. Langur. Rosalega finnst mér Lexi lítið notaðir hefðum. Það er bara lúðrað yfir hann trekk í trekk. Já, þeir eru svolítið að sparka yfir kallinn, sko. Hann er nú ekki hár í loftinu, þannig að það er ekki flókið. Nei.
En hann er góður með hann í löpunum nefnilega. Hann er það. Siggi Marino kominn hérna í kapplöp í Gauta og El Bas að sjálfsögðu fyrir. Hann ætlar að vera það í dag. Það er kannski eðlilegt, en hans verkahring. Já, vissulega. Hann er með reynsluna. Hún er ekki tekin á honum. Nei, Þrátt fyrir ekki ungan aldur. nei, við verðum samt að, verðum við ekki að leiðrétta þetta. Hann er ekki 43, hann er 35. Hann er 35, besta aldri. Lexi. Við erum ennþá á leiðin í bæinn eftir að hann var 30 og ég ætla að bjóða hann upp á eitt kaldan. Við kannski gerum það einhvern. Jafnvel hérna verður færtur. Það er auðvitað landslið það. Ossi fær hann yfir Alvaro alveg aðlitna út. Já, Alvaro fer núna hérna á Tomma vinsinn. Tommy gefur hann bara pláss, býður eftir honum. Tommy gerir þetta bara ákveðlega. Já. Lexi setur hann upp í loftið. Jónas upp í loft. Þeir stoppa leikinn. Jónas og Tam liggja hérna eftir. Það dæmir á Jónas. Sem er galið. Kallar hérna til Steppi Óla mættur. Sýnist Elín og Sessa ekki þurfa að fara inn á. Jónas er staðinn upp. Rífur aðeins kjaft. Við erum hrifnir að þessu. Það er nú ekkert nýtt. Þannig að ekki fari aðeins með höndinu þarna í neppan á tómaranum. Jó, en Tam lætur það ekki á sig fá. Stendur hratt upp. Jónas ekki sammála. Jóhanni gefur engan húmor fyrir þessu. Nei, ég er nú alveg sammála Jónasi. Þetta var nú kannski svolítið soft þess að það er að dæma aukaspyrnu á þetta. Ég verði að viðurkenna, ég bara sá ekki almennilega hvað gerðist þarna á milli þeirra. Fannst bara boltinn eitthvað verið uppi og svo lágu þeir. Gamla góða tvöfalda dívan eða svo. Mögulega. En nú kemur Stubburinn 42 á dætt á klukkuna og þá ætlar hann að lúðra þessu fram. Já, það er einhver tími fyrir Magnamenn að skora, þá er það núna rétt fyrir Ja, við erum að detta hérna á markamínútuna. Hún er komin, 43. Og þá er gott fyrir okkur að koma boltana bara í burtu. Já. Ekki bjóða þeim upp á þetta. Orri vinnur skattabolta númer 67 og En þá eru gömlu höfumeislin. Helgi liggur eftir. Þetta er Helgi. Steppi Óla hleypur inn á. Vonandi þetta ekki alvarlegt. Hann virðist að standa upp og ekki þurfa aðstoð að halda. Nei, þetta er bara... Það er mjög jákvætt. Já. Hvað, er þetta gamla droppbólið eða hverju voru með hann þegar hann stoppaði? Þósararnir. Við erum með hann. Já. Þá bara droppar hann á Ossa og Ossi. Setur hann líklega tilbaka á Hemma. Já. Við finnum loftinn. Bjarki færi sér út. Orrin á miðju. Snýr. Vel gert hjá honum. Siggi færi hann á miðjunni. Aftur á Orra. Lexi í bakkinn á Sigga þarna. Já, Lexi er alveg til að sparka í Sigga vinsinn í dag. Þeir þurfa að fara að fá meira út úr Lexa. Eða ætla að fara eins og með þess að löngu bolta. Þetta til og með skáður að Lexi sé að varpa þeim fram. Ég er sammála því. Heldur en einhverjir aðrir sko. Hann er með rosalega löpp sko. Kairo er búinn að taka hérna fjórföld skæri. Já, og er að leika. Tjekka tvisvar og setur hann svo í maxspyrnu. Já, eins og þarna. Hann með einhver 8 skæri og það eru 2 Magnamenn inn í tegnum. Ég hef aldrei verið hrifinn að skæra honum. Nei, þú En kannt það er bara að ég get þau ekki sjálfur. Nei. Hemmi hins vegar setur hann beint á Tam. Alvaro kemur í pressuna. Eldi svo boltan á Stubbinn. Og Stubbur í vesinni. Stubbur í vesinni! Þetta er óheppni. Alvaro næstu búinn að ræna boltanum að honum og setja hann í autt markið. Þarna bjóst ég við að Stubbur myndi setja hann 70 metra fram en hann gerði það bara núna. Þarna skall hurnar í helju hjá Magnamenn. Það er kannski vant fyrir að lenda 2-0 undir rétt fyrir hálfleik. Það hefði verið hrikalegt Bassi. en mjög jákvætt fyrir okkur. Já. Bassi gerði þetta mjög vel að halda þessu hérna. Já, hann er búinn að spila of vel í dag. Við erum ekki hrifnir af því. Nei, og þetta er heldur bara mjög rangur dómur. Já. Það kemur ekki óvart. Alvaro með pláss. Ekki mikið lengur. Lexi alveg í bakkinn á honum. Setur hann hérna á Sigga. Jónas er aðleitt úti sem fær hann. Jónas ekki sérsta Óheppinn. Fyrir. Lendi í þessu. Stubbur með hörku vöslu hérna. Siggi kemur sér fram fyrir fremsta varnarmann. Þetta er að sér að tala við krossanum. Fá Sigga, fá miðmennar framar. Fá Sigga inn í. Við erum búin að lofa marki frá Sigga í dag. Það er gert hjá Aroni. Þetta var bara mjög vel varið hjá Stubb. Þetta verður dæmt aukaspyrna væntanlega.
Nei, fáum hótnið, hárrétt að dæmi ekki. Enda Bassi 2% vitt, hann að standa þetta af sér. Það er hárrétt. Það var að gera betur. Herðu, það er komið 45 á klukkuna. Ég hef ekki... Rúnar er að bæta þetta við 3. Gera það vel sem 4. skástrík 50 dómari. Aron með hótni, kom Markur hótni. Beint á markmann. Við eigum að vera með 3 inn á markmanni. Þar er enginn. Nei. Stubburinn lúðrar honum svo fram. Það sem að Lautaro er mættur. Kairó fær hann svo. Jónas er mættur með hann. Jakob setur Alvaro næstu því í gegn. Við vorum í smá vandræðum að ná boltanum þetta. Það leit ákveðlega út svo. Nú fær Lexi þess að boltan. Kemur sér svo ofar á völlin og væntanlega verður boltin svo sendur yfir hann fljótlega. Þetta er ekki, 1-2 og bingo. Gauti setur hann yfir Lexa. Orri snýr, gerir það mjög vel, finnur Jónas sem að fer fram hjá Lewis, setur svo Alvaro í 1 á 1 á Gauta. Siggi að koma fullu inn á tegin. Siggi mættir á fjær, Alvaro, ói, var þetta ekki gana hendinn. Hvernig er ekki flauta þarna? Boltinn í dómaran en áfram gakk, drullum okkur tilbaka. Þessi sendinga Helga ekki góð. Nei, væga sagt. Já, ég sá ekki alveg að skot í hendi. Skot í bak, hvort var þetta? Já, ég bið hendi, þetta var örugglega ekki hendi. En ég bið alltaf hendi. Já, það er ekkert nýtt. Orri komið nýður hérna. Finnur loftinn sem setur hann á Jónas. Fær Freyþór í bakið. Jónas upp með löppina en... Þetta er áfram gakk, hann meitir sig ekki neitt. Nei, Freyþór harður af sér. Heldur höfuðið vitlausum megin síns mér. Upp hann hjá Völsugi. Lexi með hann núna á miðinni. Kemur hann upp í hotn. Á Orra Sigurjónsson. Mjög vel. Fyrrum liðsfélaga. Þetta er mjög vel gert hjá Jakobi. Jakob fyrir svo á Lexa. Tvöföld skæri. Framhjá honum. Framhjá honum. Lexi brýtur á og nær sér í gula spjaldi. Hann er komin í frí eftir Vestló. Þetta tók 45 mínútur hjá honum. Já, við vorum búin að lofa þessu. Já, þetta þýðir að fleiri hlutir sem við höfum lofað hér í dag munu rætast. Já, ekki láta ykkur koma, láta ykkur það koma. Jónas fær svo gult spjald. Ætlan hafi ekki sagt eitthvað sem hann hefði ekki átt að segja. Það kemur ekkert á óvart. Nei, ekki í fyrsta skipti. Og alls ekki að síðasta. Jónas nokkuð líka ná sér í bann eftir Vestló. Hann er hættur í víninu, ég veit ekki hvað hann er að gera. Nei, tjálta með konunni kannski. Það gæti verið að fara einhverja góðu til auð. Ásbyrgi. Það væri gott hann á einu fyrir hálfleik en... Jónas setur hann á Gauta sem neglir honum fram. Nú er ég ekki alveg með á hreinu hvað er eftir. Það er nákvæmlega ekki neitt. Það er komin hálfleikur, 1-0 fyrir okkur. Jónas Björgvin með glæsilegt mark eftir... Senda á sjálfa sem er hælunum í stöngina. Já, lagði það upp sjálfur. Við þökkum fyrir okkur og sjáum ykkur í seinni hálfleik.
og seinni hálfleikur hefjast. Það er Þórsararnir sem það er Alvaro sem tekur upp á spiluna. Sækjum við í norður. Já, 1-0, búin að vera mikið betri. Já. Reyndar áttu gestirnir. Þeir áttu stór hættulegt færi hérna undir lok fyrir áleiks. En við erum með óbreytt lið og mér sýnist magnamenn verða það líka. Já. Það þarf hann að fá okkur hittæðin að seinni hálfleik. Já, hann kemur. Hann hlýtur að vera. Elma gerir vel. Jónas geggja touch. Finnur Alvaro sem snýr, gerir vel. Finnur Sigga, færir mann yfir. Kobbi með hann og mönnum bóksið. Bjarki kemur sér fyrir. Skæri hljóta að koma. Engi Skæri. Tommi er búinn að vera mjög solid þarna í vinstri bakk. Tommi er búinn að spila svo kóngur, það er bara þannig. Og Bjarki kemur svo með hann fyrir. Fær hann aftur í sig. En Tommi er bara fyrir. Tommi er búinn að vera langt best í þessu magnalið í þessu leik. Tommi og Bassi, þeir eru að spila allt og vel. Mikilvægt að góða bakverði. Það er hárrétt hjá þeir. Við sáum að Tönnin var hann að hita upp í hálfleik. Já. Hann er tilbúinn að koma og láta til sín taka hérna í seinni hálfleikum. Ef það er ekki einhver sem veit hver Tönnin er, þá er það náttúrulega Sveinn Elías ef ekki. Fyrirliði vor. Já. Við varum með honum í Laxvið í gær, hörkudagur. En Tarfurinn hreinsar þetta bara í innkastu miðuna. Það er maður Tam mætir á svæði. Já, engin sensateknir. Það er ekki vitið. Tommi finnur Lewis á miðunni sem setur hann fram á Ossa. Kobbi tekur einhvern snúning hérna og þetta ekki Tommi sem er að hirða hann á boltan en Kobbi er segur. Við hendum boltanum fram, maður og mann, Alvaro á móti Freyþór, einn í gegn. Alvaro, víti, alltaf víti. Hann flautar víti. Mér fannst þetta reyndar frábær tækling hjá Freyþóri en við þykjum vítið. Við þykjum þetta víti. Það er svoleiðis. Og gult á Freyþór. Gult á Freyþór. Alvaro er að fara á punktinn. Ég er sannfærður að þetta hafi verið hárréttum. Já, ég skal bara taka undir það. Eða ekki? Ég er nú ekki vanur að tala vitleysu. Það er að segja margt um þig en það er ekki eitt af því. Stubburinn. Hann er að sýna hvað hann er stór og tegis upp í slána. Hann er segur á punktinu að verja Stubburinn. Hann er þetta segur að taka víti líka. Alvaro. Hann hlýtur að skora úr þessu. Ekki ennþá búinn að klikka víti á þessari leiktið. Og fer ekki að byrja á því núna. Nei, þetta er rétt að voru. Það er bara ekki í boði. 2,5 mínúta liðinu seinni hálfleik. Nafniðin flautar þetta á. Hann setur á mitt markið. Það er 2-0. Spænska undrið kemur okkur í 2-0. Þetta er geggjubyrjun. Hann lifnar yfir stúkunni. Þetta er geggjubyrjun, þetta er draumabyrjun. Þetta er algjör snild. Hvernig bregðast magnamenn við þessu? Alvaro Montejo að ég held kom með 5 mörk. 24, Alvaro Montejo sem gerði annað mark Þórsara hér í kvöld. Eins og við tölum fyrir leikinn, ætli Alvaro myndi ekki, ef hann skorar ekki úr opnuleik, þá skorar hann á punktinum. Það stenst allt sem við segjum. Já. Nú fær Lexi boltan á miðinu og kemur hann út til hægri á El Bas sem er hættur að hafa gaman að þessu. Já. Engan húmor fyrir þessu en setur hann þó á okkur. Þeir eru búin að senda voðalega oft í lappirnar á Orra. Já, Orri er segur. Alvaro stígur á boltan. Hann er vinalegur að vilja allir gefa hann. Já, og snýr síðan bara sjálfur. Setur hann fram en þar er engin. Nei, það er bara Gauti. Gauti setur hann heim á stöppin sinn. Sinn lúðrar honum. Nei, býtu nú við. Finnur Lewis á miðinni. Lewis í smá vandræðum. Það er alveg pressa á Þórsunum. Freyþór á Tomma og Tommi missir hann. Það var ágætlega leyst hjá magnamönnum hann. Já, þau gerðu þetta vel. Spiluðu þessu út úr pressunni. Tommi óheppinn hann. Þá bara komum við okkur í smá vandræði sjálfur. Aron mætir og sópar þetta upp. Elmar fær hans út til vinstra megin. Keirir vonandi bara upp. Hann getur hlaupið, en hann ákveður að gera það. Tekur Skæri. Já, og finnur Alvaro sem setur hann á Jónas. En rángstað. Flöggur rángstað. Þetta er óheppni. Þetta er klaufaskapur. Þarna verða menn að fylgjast aðeins með línni. Boltinn á hreyfingu bassi minn, hann má ekki. Aftur á hreyfingu. Það bara má ekki. Kairó með Hemma í bakkinu. Hemmi ber enga virðingu fyrir honum. Nei, Helgi inn á völlin. Vill ekki láta Lexa á boltan. Nei, ég vil ekki gefa hann. Það er óskiljanlegt. Það færa hann núna.
Finnur Bassa. Það Bassi, Finnur Helga. Vel gert hjá Hermanni. Aron í vandræðum. Aron eitthvað að leika sem boltan hann við missum hann. Já. Og svo Lewis Svo með kemur skot. hérna dapurt skot, það verður að viðurkennast. En þó skot. Bróður minn var hérna að hlæja mér fyrir utan, ég veit ekki hvað það er. Ég skil ágætlega. Herðu, við spilum úr þessu, Hemmi fær hann frá tarfinum, setur hann langan fram á Alvaro, með Gauta í bakkinu og Bassa hjá sér, fer fram hjá þeim, en aftur á bak. Egumann. Við missum hann svo út af, já, þetta er hárið rétt, Baldvin gerir þetta vel. Baldvin setur hann á Lexa á miðinni. Vel gert hjá Aroni. En Lexi einhvern veginn stígur þetta af sér. Já, hann er góður í þessu. Já. Tommi, hann fyrir gafnpreyingar. Ég er alltaf hrifinn af því að Tommi gerir það. Freyþór sé Bassa úti, en sendingin... Bassi getur hoppað, en þetta er bara einfallega of hár bolti. Þá kemur Elmar, Magnamenn reyna að setja aðeins pressa á okkur. Elmar setur boltan á Alvaro sem skallar hann tilbaka. Elmar í Helga og innkast. Já, allt í lagi með þetta. Allt í lagi. Elmar vel langt. En Gauti mættur. Helgi með ekkert sérstakar sendingu. Á Orra, Já, kemur óvart. Tarfurinn setur hann fram, finnur Orra á miðinni. Hemmi tilbaka, Elmar úti. Elmar fær á sig pressu, spila bara tilbaka. Þeir mjög vel úr sér pressu það. Elmar með mann í bakkinu, setur hann á Lexa. Koppi vinnur hann. Jónas í hlaupi, Siggi í hlaupi, Bjarki kemur í stuðning. Boltinn inn í teginn, en engin á fjárstönginni. Þetta er óefni. Stubbur svo kongur ríksinu þarna. Kairó með boltan á Orra. Orra, já. Sáuð Baldvin. ekkert að þessu. Við fáum dæmt tæklingu. aukaspyrnu sem er algjört bull, en við þykjum það. Já. Orri lappa svo frá knettinum og Hemmi vonandi tekur ekki langa fram, heldur bara höldum þessi í spili. Við sjáum það að Ísarói byrjar að hitta upp hérna við varmannskilið. Og við komin úr öllu. Alvaro fleygir sér niður og við hýrðum aukaspyrnuna. Klaufaskapir á Kairó að fara svona í bakki á honum. Lætur hann aðeins heyra það í leiðinni. Magnamenn virðist vera undirbúið tvöfaldaskiptingu líka. Svenni og Kúmar eru konum með nóg að þessu. Já. Við erum að setja hins vegar annað spænst undur inn á. Sveinn Elías er hún sjóðheitur en fær ekki mínútur. Freyþór að fara út af. Þeir fækka bara í vörninni. Og hvað? Taka Kosta og Freyþór út af. Já. Og inn á koma leikmenn nummer 14 og 15 og við þurfum að skoða skýrsluna. The Voice lætur okkur fá skýrsluna fljótlega. Það er Frosti Brynjólfsson og Hjörvar Sigurgeirsson sem kom inn á. Þá er Tommi líklega farin í miðvörð og Hjörvar nýri vinstri bakvörð. Aron með boltan. En Kairó skallar til burtu og Baldvin kiksa boltan. Alvaro með hann, fer fram hjá Baldvin. Settingi fyrir. Boltan fyrir, og Tommi skallar í horn. Ég vilja sjá hann setja hann í markið þarna. það hefur verið mjög skemmtilegt. Þá kemur Aron með hornspyrnuna. Ólafur Aron. Jónas býður sér stutt, en það var bluff. Allt er góðu. Boltinn út á Hermann. Elmar er alveg rétt. Siggi Marino. Sigurður Marino með, þetta var skot var ekki gott. Hitti samt fánastöngina, það er nú þokkalega vel gert. Ef hann hefur verið að reyna það. En nú setur Stubbu boltan bara fram. Nú eru menn hættir í surugli. Mér sýnist Krissi Rós að koma í fremstu líka. Já, Krissi Rós, hann væri honum. Já, hann væri víst til þess að skora. Mér finnst þér heldur ekki verið búin að vera spila nóg mikið í kringum hann. Hann hefur varla sést bara. Það er bara þannig. Hann og Lexi eiginlega búin að vera ósýnilegir í þessu leik. Okkar fyrrum félagar. Já, Hjörvar gerir þetta vel. Ára Frosti. Hann er líka í bleikum skóm. 2 káamenn. Það er ekki á það bætandi.
Tarfurinn grípur þetta. Talar vel. Alvaro vill fá hann hérna vinstra megin. En Bassi kemur sér niður. Og komum við þessu bara í spil rólega. En þeir reynast að pressa á okkur og gera það. Loftum með langan fram á engan. Nei, beint á Tom. Já. Magnamenn reyna að byggja upp einhverja sókn hérna. Þetta er voðalega mikið bara langur fram og vonast þess að vinna seinniboltann. Þeir eru ekki búin að vinna einn skallabolta held ég. Og byrja ekki á því hér. Og taka ekki seinniboltann. Þarna kemur Tom og fær aukaspyrnu, fleygir sér niður. Virðist nú verið eitthvað þjáður kallinn. En þekkjandi hann stendur hann fljótt upp. Já, blessaður. Já, það er ekkert á Toman. Ísaró býður bara ennþá við bekkinn hjá Þórsurum. Hann langar inn á, það er á hreinu. Já. Nú fara Þórsarnir hins vegar allir að hitta. Svetti Tönn er sjóð heitur á kantinum, tilbúinn. Hann er að taka alvöru drillur. Já, hann ætlar ekki að slíta neitt. Aron gerir vel. Siggi. Alvaro. Þetta gerir Lexi mjög vel. Já, Lexi gerir þetta alltaf vel. Þetta er líklega brot á Sigurð. Nei. Hann sleppir í að dæma þetta. Bjarki fann í hælinn og beint út á Frosta. Bjarki og Aron gerir þetta bara mjög vel. Og Bjarki setur hann sig bara út fyrir. Allt er góð með það. Vel gert hjá Jakobi. Lexi með langan. Það er á Aroni. engan hins vegar. Elmar fær hann svo. Nú reynum við að fara hratt upp. No plás. Hann hefur nokkra metra á Kæró. Kæró er samt einhvern veginn að ná honum. Jónas með erfiða sendingu en Ossi gerir bara vel. Fyrirling gerir þetta mjög vel. Gerir yfirleitt alltaf vel, það er nú bara þannig. Já. Aron aðleit á miðunni. Snýr. Elmar vill fá hann. Elmar fær hann. Elmar fær hann hérna vinstra megin. Þetta er svo geggjaður Við bolti. þurfum að manna boxið. Bassi í honum. Ungu nemur gamalt temur. Vel gert. Jakob. Skæri. Skot. Skotið. Ói, töngin á Siggi Farmer. Út á Alvaro. Yfir. Gamla kiksið. Ég sá þennan bara inni hjá Jakobi. Guð minn álmáttur. Gerði þetta vel. En því miður markið ekki nógu stórt. Skæri og skot. Maður nú séð þetta áður. En Ísaró að koma inn á. Jónas kemur út af. Já, hann tekur þetta úr sér teigjuna. Það þýðir nú bara eitt eða ekki. Þá er menn konum með nóg. Hann er ekki að flýta sér. Nei. Dómarinn virðist alltaf skipta sér að því. Aðeins að Eins sína og hann get ekki bara haft klukkuna stoppörli til lengur. Hann er aðeins að nutta þér upp úr hvað hann er með sítt og þykkt og fallet hár. Þetta lítur að vera leiðilegt fyrir að horfa á. Ég myndi borga fyrir þetta. Það er bara þannig. Jónas búinn að vera flottur í þessu leik. Það stóð sér vel. Já, Það verður skipting hjá Þórsurum. með stóðsettingu sjálf á sig. Leikmaður númer 8, Jónas Björgvin Sigurbergsson og inn á hans stað leikmaður númer 18, Ísaró Arbeja. Svenni þjálfari Magna ekki sáttu með hvað þetta tók hann langa tíma en þetta voru Klukkan var stopp. líklega ekki nema svona 20 hefur sekúndur. engin áhrif. Nei, Magnamenn hins vegar spila hérna hrikalega vel út úr vörninni. svo kemur Og langur og Krissi Krissi Rós Rós er er rángstæður. rángstæður að ég held. En Svenni ákvað bara ekkert að flagga á hann. Nei, Akkur ætti hann að gera það? ég segi það. Það var ekkert úr sko sem er, það skiptir engum máli. Ísaró með sinna fyrstu snertingu upp. Aðra, Bassi að brjóta á honum þriðja, fjórða. og missir hann Og út af. missir hann út af. Þetta er hreinlega. Sko segja þetta verið ofni. En þetta var ekki gott. Á Kæró. Kæró finnur Lúis aftur. Við vinnum hann. Orri vinnur hann þarna á Ísa. Er Nei, það stoppa leik? hann flautar hérna Hann aukaspyrnu aukaspyrnu, já. 5 sekúndum setna. En við varum næstu konin inn í teig hinum einn. Ég held að það hafi verið rétt en áfram Já, gakk. mjög líklega. Þá þurfum við að manna boxið. Pikka upp. Gauti Gauta mætir á völlinn. Það væri honum líkt að setja hann hérna núna. Þósarar mjög ofalega með línuna. Lúis tekur hérna aukaspyrnuna. Mjög há línu hjá okkur. Gerum vel. Góð ágætisbolti. Ossi skallar hann og hann flaggar núna rángstöðu. Við hrifnir af því. Ossi, ja, hann er örugglega aðeins að íkja búinn að vinna svona 17 skallabolta. Líklega og örugglega búinn að stelast
inn í 20 sendingar eða svo. Já, hann er reynda búinn að fá þær flestar heldur bara á sig. Hann er vingjallegur, menn En vilja gefa á hann. Þetta er kannski bara að kalla þetta góða staðsendingu. Loftur gerir þetta ákveðlega og þá Siggi. Siggi með hælinn á Koppa, Elmar fær hann út í vinstra megin. Sáuði Bassa. Já, helvítið hann Bassi, alltaf fyrir. Og tekur ekki reynslunum mönnum. Það er alveg á hreinu. Ágætlega gert. Við spilum þetta bara vel úr þessu. Alvaro. En Cairo vinnur hann af Alvaro. Reynir einhver triks hérna. Ágætlega gert. Bassi. En Kristi Rós ekki Jakki. alveg saman hlaupi. Ísaró fer hérna í Tam. Tam Tómi hefur sterkur. ekki húmor fyrir því og vinnur hann. Já. Hann veit ekki, nennir einhver kjaftaði. En Ísaró gerir vel, vinnur Já, já. tilbaka. Gerir þetta mjög vel. Vinnur boltan hérna af Hjörvari, sýnist mér. Hann getur hlaupið í Sáru, það er ekki tekið á honum. Nei, Ossi kemst inn í enn eitt boltan. nú er Koppi orðinn okkar fremsti maður. Alvaro búinn að draga þessu út hérna á Bassa. Já, og Siggi kominn töluvert ofar en í fyrri hálfleik. Hjálpar í pressunni. En Koppi missir þennan út. Nei, Nei, hann hann missir heldur þennan ekki þessu neitt inn á út af. drengurinn. Jakob, Á Gauta. líklega skotið, Á nei, Gauta. sendingin. Ó, þetta er Og hotspinna. við fáum hotið. Gauti. Þetta var hárið rétt, ekki en Gauti er sáttur. brjálaður. Já, Skilað vel, en þetta er samt réttu dómur. já. Þetta var mjög vel gert hjá Jakobi. Að gera að hafa smá áhrif á þessa dómara. Láta á heyra það. Þá fara þeir inn á stubbinn. Eru þrýr á honum núna. Turnarnir mætinn í stubburinn. Já, Slæðir já. þetta frá. Stubbi brjálari sína menn að vinna þetta ekki og Orri gerir vel. Stubbur hreinlega ítti mönnum bara þarna frá sér og sagði þessi minn. Stubbur lúður á þessu fram. Þetta eru bara 65 metrar. Já, þessi Hann er farin að þreytast. Svona stuttur á með við vanlega bara. Hemmi kemur þessu fram á Ísaró sem er með Alvaro með sér. Setti ekki fyrir aftan Alvaro Alvaro. fær hann fyrir aftan sig. Bassi mættur. Alvaro setur hann Lexi stingur sér inn í þetta. Lexi gerir þetta ágætlega. Upp á Frosta en það er Hemmi mættur. Og síðan Orri. Já, þeir setja pressa á okkur en við erum að spila ágætlega úr þessu. Hemmi með mjög krefjandi bolta á Bjarka. Þessi var frekar erfur, við verðum Já. að gefa hann það. Hemmi hafði nógan tíma þetta. Tommi Spila- fæði boltan tilbaka hérna. Spilamennska Magnamanna samt búin að bætast mikið síðan í fyrirháleik. Já. Við erum að fá skilabóð hérna frá Aroni Kristófer, við erum hrifnir af því, menn eru greinilega að fylgjast með. Já, Síminn, hann er búin að nötunast í afborðinu. Dóri Psycho Porno er hérna með ykkur. Við erum að reyna að setja smá pressa á það, en þeir spila vel úr því. Já. Lúis með hann, En setur þetta hann langi upp á. bolti sem gengur bara ekki upp hjá þið. Elmar gerir þetta vel. Þetta getur verið dæmt rángstað þarna. Ég er bara ekki að skilja þetta leiprann Magna. Þeir spila sér ágætlega upp fyrir miðu og svo ætlar að koma eitthvað langa bolta. Þeir ganga aldrei upp hjá þið. En Ísaró þetta gerir gerir þetta Ísaró mjög hins vegar hrikalega vel. Og Koppi fær hann 1 á 1 á Hjörvar. Þeir eru líklega skæri. Nei. Hjörvar gerir þetta ágætlega. Hann gleymdi skærunum. Gleymdi skæri honum. Herðu, hann Og flaggar á þetta aukaspinnu. brot á Jakob sem að Þeim er óskiljanlegt. ég held að Magna menn skilja þetta ekki eins og niður. Það voru að hafa það. Þá kemur bara 1,70 metra frá stöfnum. Nei, heyrðu, hann finnur Lexa vinn okkar á miðinni. Lexi aleit. Lexi Helgi með sett undir bolta á pressu. Helga, en hann missir hann. Gert. Koppi með hann þá. Á Sigga. Undir í baráttunni hann við Hjörvar. Ég held að þetta hafi verið svona fjóruða snertingin hjá Krista Rós í leiknum í dag. Hann þarf að fara, þeir þurfa að fara að finna betur, hann þarf að fara að vakna til lífsins bara. Ja, þeir þurfa bara hreinlega að reyna að finna hann í gegn eða nota hann eitthvað í uppspili. Því að hann er nú mikilvægur lekkur í þessu sóknarleik. Heldur betur. Sáði Loftur, Snöggur og Aron bara í burtu. Já, setur þetta upp, Ísaró fyrir upp í þetta, missir á honum, Baldvin gerir þetta vel, öll hans reynsla nýtt. Beint á Helga. Helgi snýr,
Elmar mætir, hirðir hann á honum. Stúkan er vögnuð, það er allt að gera sérna. Tommi skallar hann tilbaka. Lexi alltaf einn hérna á milli tveggja fremstu manna. Mér sýnist bara næstu konni bara í 4-4-2 Já, með Sigga fremsta. Siggi er orðinn svolítið flatur með Alvaro uppi. Spurningum að Alvaro stillir sér upp á milli hafsendana og Siggi taki djúpamannin. Já. Myndi halda það En væri betra að reyna að loka því aðeins. þetta er Bassi. Elmar gerir þetta vel. Vinnur hann. Og Lexi með svipa góða tæklingu síðan líka. Og Tommi með hann. Hann finnur Helga á miðinni sem setur hann út á Hjörvar. Skilur hann eftir fyrir Krissa. Krissi kemur hann tilbaka á Lexa. Magnamenn haldi boltan og svo kemur langur. Hann langar að skipta honum yfir en það bara er erfitt þegar það er hérna 2 og 1 út til hæra meginn hjá þeim. Þetta er svolítið búið að vera saga leiksins. Spila þessu vel, halda vel í hann, svo kemur eitt langur og þeir missa boltan. Aron gerir þetta skemmtilega. Ísaró, Alvaro með honum 1-1. 3-2, Siggi aðleitt hinum meginn. aðleitt. Ísaró. Aðeins og lengi að þessu hefði mátt finna annað hvað hlauparan. Koppi tekur hérna. Kýsa að nota Sigga ekki svo Siggi var aðleitt allan tíman. Tommi með langan. Þarna er Kairóað með sýnist. Loftur inn í bakkinn á honum og hann setur hann bara innkast. Loftur gerði þetta bara mjög vel. En þarna hefur þeir getað refsa okkur illilega á með hvað fórum illa með þessu sókn. Nú er okkar maður Gussi Sigþórs að koma inn á. Já. Uppalinn í Magna, mætti í Þór, lánaði til Magna og mættur aftur í Þór. Já. Hann er alltaf á ferðinni hérna á milli. Og það er Jakob sem er kallar velli, búinn að vera fínn í þessum leik. Búinn að marga góða spretti og svona alltaf rosalegt stangaskot á hann. Það var ofni, markið aðeins og lítið. Fá fest blóð út á vangi. Leikmaður númer 15, Guðni Sigþórsson. Guðni Sigþórsson. Það fagnar honum allir í stúkunni. Já, allir sem einn. Það elskar hann á Grenivík, það elskar hann á Akureyri. Ég held að hann sé nú bara elskaður allstaðar. Enda toppdrengur. Já, toppleikur. Við neglum núna fram og þeir fá innkast á miðjum vallarhelmingi okkar. Hvernig er staðan í öðru leikjum? Hafið þið hugmynd um það, strákar? Leikni Reykjavík að taka Gauja Þórðar. Nei, 4-0. 4-0. Ekki góð elskýtt hjá Gauja Þórðar. Já, 5-0. 5-0 segja þeir núna. Og leikni Fáskrútsfirði ennþá 1-0 yfir gegn Keflavík. Þetta er bara, það er reynda glæsilegt. Við erum mjög hrifnir af því. Káur og Orri fær Fjölnir. hérna pressa á sig á miðjunni. Káur og Fjölnir að gera 1-1 jafntefli. Heyrðu, Gussi Gussi er rangstæður. flaggaður rángstæður. Hann hefði mátt sleppa honum þarna en þetta var hárrétt hjá Villa aðstoðardómara. Já, Gussi að spila alveg upp fyrir línu. Já, það er gott að við erum að fara að ógna. Já, já. Ógna fyrir aftan. Bassi fer hérna með boltan inn á völlin. Og kemur Setur langan. hann fram, kemur ekki óvart. Heyrðu, Kairó gerir þetta vel, vinnur sig fram fyrir Hemma. Kristján Rós Loftur í eitur í teiknum. hjálpina. Bolti fyrir! á fjær. Kristján Rós, Nei, nei! Heyrðu. Þetta var vel gert hjá Kairó, maður. Já, og Kristi Rós hreinlega í dauðafæri en kiksar hann. Bjarki virðist gleyma eina mannjunum minn á teiknum. Þetta var álvöru færi sem Magnamenn er að fá. Já, þarna verðum við bara hreinlega að vera vakandi. Já, Hemmi má setja þetta bara í innkast eða hann er ekki bjóð upp á þetta. ekki að vera að taka svona óþára sensa og Magnamenn að stíga eins ofar á völlin. Og Hemmi lúður honum upp. Ég held nú að Gauti taki þetta sem hann gerir. Já, Gauti tekur þennan. Elmar gerir vel. Elmar að þá með hann. Finnur Gussa. Hvað gerir Guðni? Guðni fer á Leikur hann. á Lewis. Gauta mætir honum. Hann er hræddur við Gauta síns mér. Já, Og Gauti gerir þetta mjög vel. Þetta er já, markspyrna. þetta er hrikalega vel gert hjá hann. Guðni heldur við eigum hann. Mjög hissa núna. Ísaró var núna í þessari síðustu sókn okkar fremsti maður. Alvaro að halda sig út til hægra megin. Já. Þeir eru svolítið að mixa þessu upp sem er bara mjög jákvætt. Það er mjög jákvætt. Hreyfing á fremstu menn. Já. Ég er hrifinn að þeirra Alvaro kemst í 1 og 1 stöðu. Já. Sagt að margótt inn í dag. Vil að gerist oft. Þetta er mjög vel gert hjá Kairó. Lewis finnur. Þetta var nú bassinn. Já, Lewis fann bassa Já, það er hárið sér. sem fann engan. Vel gert hjá Sigga Marino.
Alvaro er fáan. Setur Alvaro Alvaro í færan. bakki á Tomma. Æ, Tommi Tommi gerir skallar vel. upp. Gussi mættur á svæði. Finnur Alvaro, Alvaro. ekki fyrir innan. 2 á 3. Alvaro. Új, vel lesi hjá Lexa. Þá getur Magna með sóttrátt. Spurning hvort að koma inn löng. Hún kemur. Setur hann hérna á bassa hæra megin. Kairo er með honum. Kairo dreifir sig út. 1-1 á Ossa. Ossi gerir vel. Kairo hættur um í leik. Rosalug, kraftur í honum og Elmar brotlegur. Já, það er hárrétt því miður. Þó hann sé hissa, þá er þetta hárrétt hjá honum. Þetta er náttúrulega bara bann. Elmar. Skilur þetta að segja hvarta. Hann fær ekki að sem hann vill, kallinn. Toppleikur samt. Þú ert aldrei að viðurkenna neitt fyrir dómarunum. Alltaf að mótmæla. Það er mín regla í þessu. Já, ég teki eftir því. Það var allir tekið eftir því. Vissulega. Ísaró er hérna í vegnum. Ekki líklegt að fá hann í sig. Þetta er nú bara... Þetta er hörkufæri. Já, já. Við verðum að vera vakandi inn í tegnum. Lewis með boltan. Aron kemur sér burtu. Já. Ísaró hins vegar. Keyrðu bara. Og þetta er brot og guldspjald. Þetta er brot og guld, alveg hárrétt. Í rauninni rétt hjá Magnamanninum að gera þetta. Já, já. Lewis gerði þetta bara ágætlega. Ekki koma spánverunum í 2-2. Nei, þar eru þeir frekar hættulegir. Já, hún nenni því ekki. Það er ekkert nema vesen. Aron langar rosalega að taka þetta hratt, en dómarinn flautar leikinn á núna. Það eru 20 mínútur eftir þessu leik og Það er rauninni nóg eftir, það getur allt gerst hérna. Ef að Magnamenn ná að lúðra inn einu marki, þá gæti það kveikt svolítið í þeim. Ég er voðalega hræddur um það, þannig að þriðja markið frá Þórsunni myndi hætti drepa hann að leik. Við viljum fá það bara fljótlega. Við höfum átt í vandræðum með það með á tímabunni að kæfa leikina bara algjörlega. Það er hárrétt hjá þér. Við höfum ekki verið nógu markvissir í því. Nei. Við höfum verið að fá svolítið að færum á okkur undir lok leikja, sem að er bara, það er ekki gott fyrir leikinu og er ekki gott fyrir hjarta heldur. Þetta gerði Hemmi þetta mjög vel. Já, þetta var gott fyrir hjartað hjá Hemma. Mjög svo. Siggi með plás. Orri, Aleit, Finnur Alvaro. Vel gert Alvaro, leikur Tom. Tommi stígur upp, missir af honum. Ísaró er Gussi, hérna, 1-1 á Aleit á bassa. Fram hjá honum, gerir þetta vel. Finnur svo, Tommi mættur. Frosti heldur sér ná. Leikur Ossa. Hún er líka fyrstur og leitt út af þess. Lexi Það á Þórsarana. vantar Langar að vera í Þór. Stöðar í sjoppunni á 200 kall. Það er ekki neitt endilega njótið ykkur þetta frábæra tilboð. Nýtt ykkur það. Pizza. 200 kr. pizzan. Það er auglýst að þessi pizza Bolti fyrir, 200 Siggi! og Ó, ég er rángstað. hlaupa hérna í sjoppuna. Já, stúkan er tóm. Pizzan á 200 kall. Það er gjöfin ekki gjald. Það er rosalega tilbúð sko. Magnamenn spila út úr pressu hjá okkur. Já, og líka kemur Krissi Og Rós. eru í rauninni komnir á 4 á Sá 4. plássi á fjær hjá Krissa Rós. Krissi bara fær ekki boltan. Nei. Sem er ágætt því þegar hann fær hann, þá er hætta. Við viljum ekki að hann fá hann inn í teig. Nei, alls ekki. Nei, Elbas mætir hérna hjá langstöðskrifinni. Tekur hann stuttan á Helga. Þetta er vel gert til Guðna. Gussi Guðni vinnur hann. Alin. Mikið plás. Alvaro í rangstöðunni. Alvaro Alvaro í rangur. rangstöðunni. Og Gussi, Helgi brýtur á honum. Já, þetta er í rauninni hárrétt. Dæma þetta. Gussi gerði þetta vel. Hann sá að hann var ekki mikið í boði og stígur svona eiginlega bara fyrir hann. Jóhann ekki að hóta spjaldinu. Spjaldar hann ekki. Alvaro verið þetta að taka þetta á miðvellinum. Alvaro búinn að draga sig vel niður. Hann vill vera í boltanum. Eðlilega reyndar. Koma sér í spilið. Herðu, hann reynir að setja hann inn fyrir. Gauti kemur í veg fyrir þetta. Þarna vantar samskipti. Elmar bakar Kairo. boltan. Kairo, fer leikur á fram hjá loft. loftinum. Frosti eittir og með tyggjum. honum. Hvað ætlar Kairo að gera? Hann ætlar að leika aftur á loft. Þetta gerði Elmar vel. Hann bjargaði sig fyrir hot þarna Elmar. Já, þarna var Kairo pínu klaufi. Já. Hann var komið fram hjá hann, hann þurfti ekki að fara fram hjá hann aftur. Það var aðeins og mikið að því góða. Hann vill lótt verið, hann er mennir búin að gera vel, þá vil ég að gera enn betur. Já. Þarna hefði hann bara átt að skjóta, Já, ég vil að sjá það. en við þykjum þetta. Lexi hins vegar með hotspinnu. Bassi kominn inn á teginn. Hotspinnan. Heyrðu á Tomma. Tom.
Og Bjarki kemur sér burtu. Já, þá þurfum við að stígu upp með allt lið. Þeir setja boltan bara tilbaka á stöppin. En þá koma hérna, hann finnur Lewis vinstra með. megin. Hann aðleitt. Lexi vill fá hann. Lexi aðleitt á fjárstykunni en sendingin bara ekki nógu góð. Beint á okkar mann Elmar. Gussi tæpur á því en Aron rettar hann úr þessu. Ísa fær hann hérna. Nei, heyrðu. Helgi stingur sér inn í þetta. Bassi aðleitt. Bassi. Aðeins fyrir aftan Helga. Helgi gerir þetta mjög vel. Bassi út að skoti eða? Krissi hérna úti hinni megin. Vel gert á Lewis. Heyrðu, þeir spiluðu bara þokkalega vel hann. Já, þetta var bara tikki taka bolti frá Greinvík. Það er gamla hendin á Gussa. Þetta var óhefni. Ætlaði að skalla hann en mista á honum. Þú ert búinn að segja óhefni mjög oft í dag. Þetta held ég eitt að fá skiptunum sem bara rétt hjá þér. Já, ég nota orðið óhefni frekar heldur en eitthvað annað. Vill ekki tala illa félagana. Nei. Þetta geti hins vegar verið svolítið hættulegt. En Þórsarar bara mjög ofalega með línna sem líka bara allt í góðu. En hvað er Magnamenn að gera með 2 tilbaka á móti engum? Ja, þeir eiginlega bara 3 þarna sko. Af því að Lexi ekki farin að teygja þegar hann tekur spinnuna. Nei, þarna hefði ég nú sendt allavega einn í viðbótin í teygin. Þetta fór bara í gegnum. Og þeir þurfa mark bara núna. Annarkvort núna eða strax. Það er raunin ekkert annað í boði. Nei, raunin ekki. Þetta eru þessi 2 valkost sem í boði. Þeir þurfa bara að velja. Lewis gerir vel. Lewis búinn að ágættur í þessu leik. Í stuttarspilinu allavega. Krissi loks búinn að koma þessu boltan. Sem betur fyrir okkur það bara neðarlega á vellinum. Gauti ætlar að finna hann. Langur en Bjarki hefur ekki áhyggjur af þessu. Hann heitir Bjarki Þór Viðarsson þessi. Eins og segir í laginu góða. Ég er ekki búinn að heyra það nógu oft. Ég mun aldrei heyra það of oft. Nei. Frosti, Brynjóls. Aron gerir vel. Aron hins vegar étur hann. Það er bara þannig. Settingin aðeins. Heyrðu, Ísa með honum. Hann getur sett Ísa í gegn. Ísa er aðleitt á móti stöfnum. Aðleitt. Ísa skorar þetta. Hann skorar og kemur 3-0. Það er ekkert annað. Þetta var geggjaður bolti. Geðveik sending og hlaupið ríkalega gott. Það þarf ekki að vera fast. Nei, svo sannarlega ekki. Og bara rennunum létt í markið. Það er vonandi að þetta kveiki í litla spámeinanum. Fyrsta markið hans tímabilinu. Já, fyrsta markið hans fyrir klúbbinn. Já. Og við þykjum það svo sannarlega. Já, það var mjög sterkt og hann fara að komast í gang. Komnir í 3-0 á heimavelli. Og vonandi bara sigli þessi leikur ligna sjó. 12 mínútur til leiksloka. Við jafnvel bara fáum okkur sæti nú í smásnund og öndum. Vörpum öndurinn léttar. Það er bara upp á markatölun að gera. Reyna að negla fleirum inn í þetta mark. Að gera alls ekki sofna á verðinum núna. Nei. Og ég mjög viss það að Aron vilji, ég held að hann langi ekkert meira í lífinu akkurat núna en að halda hreinu. Nei, ég sammála því. Það er náttúrulega ekkert meira pirrandi en að vinna 3-0 plus og fá svo þessi mark á 94 mínútu eftir einhver klaufaleg varnarmistök. Það er alltaf varnarmistök, aldrei markmannsmistök. Það eru í flestum tilvíku varnarmistök nefnilega. Allavega, sko, frá minni reynslu skilur við. Já, þannig er það á Húsavík. Já. Bassi sleikir á sig fingurna hérna, ætlar að henda þessu langt fram síns mér. Já, það er svo nettir að Stelur 10-15 metrum. Já, allavega það. Nafni hefur ekki húmað fyrir því og sendir þetta tilbaka. Alls ekki. Setur hún á Lexi á Bassa. Bassi á Loft. Loftum er svona óþarfa tæklingu kannski, en já, en hann vissi ekkert hvað fyrir aftan sig. Hann getur við talað betur. Sjá Orra. Dæmt á Orra, þetta er algjört rugl, en það er áfram gakk. Lewis koma sér í stöðu. Bassi með Kairo með sér. Kairo og Elmar kemur tilbaka aftur Lewis. Helgi er hérna á meðan og miðinni, en Kairo fær hann aftur. Þetta er bara góð vörn hjá okkur. Já, já. Við erum nálægt mönnum og það er ekkert verið að gefa mönnum einhvern tíma til að gera eitthvað. Ég held að svona bestu menn magnaði þessu leik hefur búin að vera annarkvort Bassi eða hann hérna eða nummer 7, hvað heitir hann aftur? Kairo vinnur okkar. Kairo, já. Kairo búin að nokkuð góða sprett í þessu leik. Kairo er hættulegur, það er bara þannig. Já, Gussi hann með mann í sér, snýr hann af sér, setur hann tilbaka á Bjarka Þór Viðarsson. Þokkalega vel gert, allt í góðu, Bjarki út þar reyndar. Þetta var ofni. Já, já.
Ég get alveg sagt þetta var lélegt en ég ætla að halda mig ofni. Já, þetta var óöfni. Ég segi nú bara eins gott að sé lítið þetta leiknum þegar það er nú bara að fara að dimma hérna, sko. Já. Það vantar flóðljósa völlin, Við auglýsum eftir við auglýsum eftir flóðljósum. Losna, nei, ég má ekki segja þetta. Losnaði myrkrið, varstu ekki að segja það? Losnaði myrkrið. Já. Það er óþægilegt. Þú ert að lýsa fótboltaleik og sér ekki neitt. Líka bara fyrir myrkvæta manni sem mig. Já, það er mjög neikvætt. Mjög svo. Herru, það er erum við að tala um þrefalda? Já. Herðu, magnamenn ætla svoleiðis að blása til sóknar hérna. Það 3 menn inn. Við erum að tala um að Tómas Veigar er að koma inn á. Við erum að tala um að Ingólfur er að koma inn á. Og hver er þarna í restina? Björn Andri er líka að koma inn á. Gauta kemur út, Lexi kemur út og Kairó kemur út. Hver tóku bandina? Mér sýnist þetta reyndar að vera skipting þar sem er búið að leggja árar í bát. Leyfa mönnum að fá mínútur. Hver tók við bandinu af Gautanum? Er það ekki bara Elbas? Það er svoleiðis. Já. Kairó fór út af nummer 7. Gauta og Lexi. Herra, Gauti hefur ekki húma verið svo, það fekk engin bandið. Það er rétt hjá hann. Það er svolítið múfi hjá Svenna félagarnum okkar. Ef hann byrjar inn á með bandið, þá lappar hann yfirleitt út á með það sjálfur. Það nema hann hitti Jóa vinn sín á leiðinni. Já, eins og í leiknum fræga á móti Leikni. Já. Svenni reyndar flög frá Reykjavík í þann leik og fekk ekki mínútu. Nei, já, hann var orsist í liti að fá bandið og leiði kost inn á. Það var reyndar Alvaro sem gerði það. Akkur var Alvaro með bandið. Hann hirti það af Ossa í hálfleik sem var alveg óskilinlegt. Það er skítið. Skilaði því á heimamann strax. Það var gáfuleg ákvörðun. Á með hvernig þessi leikur fór allavega. Það skilaði stigum. Vissulega. Ingólfur undir pressu og lúður hann bara út fyrir. Hann var bara í pínum vandræðum þetta. Já, hann var ekki alveg viss hvort hann ætti að treystast upp fyrir að fá þennan bolta tilbaka. Sýnist þetta að vera góðu vinnur hans Gussa, þeir eru eitthvað gantast þetta saman á kantinum. Er þetta ekki allt sem að góði félagar á Grenivík? Það held ég hljótt að vera. Þetta er nú ekki... Jú, er þetta ekki allt saman nágrannar? Ég ken nú ekki frá stóri bæjarfélagi en... Það er erfitt að vera ekki nágrannar á Grenivík. Já, hárrétt. Gussi óöppinn að setja hann út af. Bassi stelur. Setur hann fram. Við vinnum hann hins vegar. Aron búinn að vera mjög flottur á miðinni. Hann flautar aukaspyrnu þegar við erum með boltan. Og við fáum skiptinguna. Það er þreföld. Það er Jakob Frans, Sölvi Sverris og Fatti Mal. Er þetta ekki... Þeir eru að koma inn á. Það er Alvaro Monteo, Hermann Helgi Rúnarsson og að mér sýnist Ossi Bingo. Hann er búinn að vera geggjaður í þessum leik. Hann var frábær í dag. Alvaro spilaði mjög vel. Hemmi fyrir utan ein mistök spilaði frábærlega. Já. En við gefum strákonum okkar bara gott klapp. Það kæmi mér ótrúlega lítið óvart ef að Sölvi myndi ná hann þruma inn einu. Sölvi skorar alltaf mörg. Já, það er Við höfum alltaf sagt það. Já, það er svona nýju textinn í laginu eiginlega. Kemur inn á hérna í gulum skóm, við erum ekki hrifnir af því. Það er sagt. En það eru markaskór, sýnist það. Aron setur hann tilbaka á loft. Bjarki er þá kominn í miðvörðinn. Já. Og Fannar inn á líka. Fannar Mal kom inn á líka, já. Röddin er hérna að spyrja okkur spurninga. Ágætlega gert að Gussa sem að vinna líkastið. Sigurjónsson, leikmann nr. 17, Hermann Helgi Rúnarsson og leikmann nr. 24, Alvaro Montego. Núna þegar að magnamenn eru lendir 3-0 undir á 84 mínútu þá er Krissi Rósson einhvern veginn komið fremstur. Já, hann fór fram þegar að Kairó fór út af. Þetta hefði eiginlega svona mátt gerast bara á fyrstu mínútu kannski. Já, ég hefði sett hann fram í hálfleik ef ég réði einhverja þetta. Með að hvernig spilamennskan hefði var í fyrirhálfleik. Við setjum hann hérna fram, Gussi mætir í pressuna. Þetta er frábærlega gert. Það leysir mjög vel úr þessu með hælnum. Siggi komið fyrirliðamandinn. Siggi fyrirlið okkar allra. Það er ekki ónýtt. Rosalega boltinn út til Elmar hérna með svæði. Krossaði kom með mótunum. Setur hann því miður á Baldvin, hann er alltaf fyrir. Ekki sérstakur bolti og Elmar brýtur af sér síðan. Já, þetta er hárið rétt og hann fær spjald sýnist mér. Algjört óþarfa spjald. Er þetta ekki bara óhefni? Ég ætla ekki að segja þetta óhefni. Þetta er lélegt hjá dómaranum að spjalda þarna.
Algjör óþarfi. Já. Ég er endar alveg hjartalega samanlegaður því. Bolti. Magnamenn hins að spila stutt úr þessu, reyna svo að koma með hann langan yfir til vinstri. Þetta er svolítið sagan endalausa. Sölvi vann hann, missi hann svo aftur. Tommi gerir þetta vel. 11 þess að Tommi líka, það er Tommi og Tommi. Já, við kvöldum hann bara Tómas heldur. Fín pressa við Helga þarna en Loftur listi bara mjög vel úr þessu. Já, lætur hann svo aðeins, heyra hann síðan mér, Já, hrifin að því. En loksins komast hitt í þetta á 850 mínútur. Allt og lítill hitti, við lofuðum hitta. Það komið því miður ekki úr þessu. Eiginlega eina lofarið sem við brutum inn í dag. Já, en Sölvi er að fara að láta okkur standa við eitt að hann skori alltaf mörg. Já. Það er klárt í dag. Ég held að sé ekkert jafn örugt í þessu lífi og það er að fara að gerast. Ísar og A-lit núti, Siggi gerir vel. Já, og sérðu Sölva. Fjórir, Sölvi er á fjær. Sölvi er á fjær, býður hann. Fær hann ekki Ísar á, held að hann vilja fá hann yfir á hægri, það er ekki að takast. Hann er satt eða þá með hann einhvern veginn. Já, finnur hérna Fannar með Gussa með sér, spilar hann hins vegar tilbaka. Fannar í stíðinu fyrir meðslum. Já, okkar skot vissasti maður, mættur á svæðið. Bjarki lendi í vissinni. Hann er bara þar hrikalega sterkur. Já, Bjarki missir ekki úr dag í ræktinni, Nei. hefur ekki gert það í mörg ár. Mér hefur einhvern veginn sagt að það væri allavega 3 sinnum á dag sem var að fara í ræktina á þeim bænum. Ekki bara góðu fótboltamaður og söngvari, flottur í ræktinni. Líka geggjar að slá gras. En Fannar Mal hins vegar vinnur boltan hérna. Bassi reynir að brjóta honum, tekst ekki, Sölvi til gott hlaup. Hann ætlar alltaf leið. Fannar, þetta er frábær Já, tækling ég að Tomma. Þetta er frábær tækling Því miður, þetta er bara geggjuð tækling. Já. Fannar var alveg líklegur. Ég vilja sjá hann nota Sölva þarna. Sölvi var með flott hlaup. Já, Það er ekkert að renta honum á hann. Hann var satt að draga varnarmanninn. Býtu, hvernig er hann að spjálta núna? Bassa fyrir að toga hann í Fannar og Já, það var hár rétt. Þetta er vel dæmt fyrir hann. Bassi er fjölskyldumaður, ætlar að fara í frí með Vestló. Ég veit ekkert hvort hann sé að leiðin í bann en við höldum okkur við þetta. En hann er alltaf komið með guld, það er spurning hvað hann vil gera með það. Nei, vill hann ekki halda þessu áfram. Jú, það er þannig. Ég meina maðurinn er 35 ára, hann hefur spilað þetta 90 mínútur og búinn að vera bara fínn í þessu leik. Já, búinn að standa sig vel. Allt og oft fyrir minn smekk. Loftur kemur á Elmar. Elmar færa smá pressu, Gussi færa hann, Bassa í bakið svo. Þetta er bara ekta þessar sendingu. Hann slapp næstu í gegn boltinn á Sölva, Tommi með hann, Sölvi vinnur hann næstu í af honum, frábær pressa. Fannar svo með enn betri pressu, þeir gera þetta vel, við vinnum svo innkast. Menn ennþá að hlaupa svo titlingar hérna á 88 mínútu, pressa alveg gjörsamlega fullu. Við fengum ferskafæturinn, ég er mjög hrifinn að þessu. Vill ekki fá markið á sig, eðlilega. Nei, við höfum ekki húma fyrir því, ætlum að halda hreinu í dag. Ossi er farin inn í stúku. Það er ekki að fara að fá sér eina hlæðslu, kæla sig aðeins. Spilaði frábærlega. Getti pantaði hlæðslu hjá mér í dag. En næringu, fáum við næringu í klefann? Hann pantaði hlæðslu og kolvenskettarhlæðslu. Við höfum ekki hrifnir af því. Þú stelur fyrir mig bara næringu að laga þeim. Ef ekki bara fyrst að Getti ekki að koma með hambúrgar á, hann getur ekki beðið um að kaupa næringu bara næst. Hann lítur að redda því. Sektasjóðurinn, bila til ykkar að fá orku í skápinn. Gamla góða. Jæja. Herðu, Magnamenn vinna hérna boltan af Fannari. Vel gert hjá Aroni, hann er búinn að vinna boltan svona 160 sinnum í þessu leik. Aron hefur ekki húmað fyrir þessu. Nei. Fannar hins að tapar honum aftur. Þannig kemur Frosti. Þá kemur Aron vinnur hann aftur. Það er eins og við sem endur takk okkur hérna en. Bjarki, þetta er alveg sendi. Gussi gerir þetta frábærlega. Já, Gussi platar hérna 2. Finnur svo Sölva. Já, Sölvi skjóttu. Herru, Sölvi tekur gott hlaup hérna utan á. Fær hann þó ekki. Kemur hratt innkast á Gussa. En Stubburinn er með hramma. Hann nýtir á. 1 mínúta eftir að venjulegum leiktíma. Og já, Þórsara er líklegir til að bæta við. Heldur en Magnamenn til að minnka munin. Lúis kominn í stöðunni hjá Lexakarinn og búinn að draga sér vel niður. Snýr Gussa af sér. Ísaró reynir að næla sér í gult spjald. Sýnist það takast. Þetta var algjört óþarfa brot. Hann er orðinn rosalega duglegur með guluspjöldin hérna á 85 pluss einhvern veginn. Hann lagði línunum þetta bara við það, þannig að það er kannski allt í besta bara. Já. Ég held að þetta sé nú bara fyrsta guluspjaldi við Ísaró á tímabilinu, þannig að það skiptir í göttum máli.
Alltaf leiðilt að fá þau samt. Ég fengi þau mörg. Þú þekkir það nú örgulega líka Nánast öll ósangjörn. Ef þú spyrir mig allavega. Já, það ekki. Elmar hérna, taka innkast, ekkert að flýta sér, gefur hann á... Nei, Nei, það var alvöru fix-up. tekur bluffið. Neglir hann svo hérna yfir á Bjarka. Einn Jakob langur. Frans er með honum hinum megin. Kemur langur yfir. Jakob Frans. Ja, rennilásinu sem kallaður. Það er gæði sem getur hlaupið maður. Missir hann aðeins, ekki sérstök sending, en allt í góðu samt. Jájá, áfram gakk. Venjulegur leiktími liðin. Ég veit nú ekki hverju var bætt við. Það Hann eru bætti við 3 mínútum. þessar klassísku. Jájá. Þrátt fyrir að hafa skipt hérna 10 leikmenn. En Herri, Sigurður Marinó með hann hérna. Vinnur hann. Bassi í bakkinn á honum. En Gussi hann finnur Gussa. það var Bassi mættur aftur bara, hann leikur á bassan. Bassi er ennþá að hlaupa. Ennþá að hlaupa og gefur sér allan í þetta. Herri, Bjarki fær boltan. Og á rennilásinn. Rennilásinn skallar hann fyrir sig. Já. Vinnur hann aftur. Gerir þetta hrikalega vel. Gæja, sko. Þetta er svo mikið kóngur. Herðu, það er Elmar vinnur hann núna, gefur á Sigga. Það er alltaf vita það ekki margir að Jakob er alltaf fættur sko, þú veist, 2007 líka við sko. Hann er 13 ára. Hann er samt að segja en ekki fættur 2003. Það er nú ágætis aldur sko. Hann er 2003 módel, það er hárið rétt. Sem ekki með gamla bakkverði í dag. Nei. Bjarki Þór Viðarsson heitir annar þeirra. Hann spilaði sem hægri bakkverður. Jakob tók við á honum. Elmar hérna hinum megin, 18 ára. Sölvi frammi, hvað? Sölvi, tvítur. Tvítur. Guðni, 21 ás. Sölvi verður að fara á pottin einu, svo við séum ekki, svo hann ger okkur ekki að leigurum hérna. Já, ég er að vera brjálaður. Ég sá að vinna þennan ekki. Nei, hann en vinnur tekur þennan bolta samt. 2, nei, heyrðu. Hleypur frá honum. Það er Sölvi samt. Sérðu Sölva. Sölvi eitt í Sölvi eitt í gegn. Já, Sölvi! Sölvi minn! Stubburinn gerir þetta ríkalega vel. Þetta er hörkuvasla. En Sölvi komst hann í dauðafæri. Ég var næstu í dottinu þessu bentur. Þetta grínast. Þetta var ríkalega vel varið hjá Stubb. Já, ríkalega vel. Þetta grínast. Stubburinn er stór og hann lokaði gjörsamlega öllu þarna. Nei, ég síndi að alltaf chippa yfir Stubbin. Ég var aldrei séð neitt gera það áður. Jónas gerði það á æfingu þetta árið. Stubbur hefur genn það fyrirgefið það. Nei, skiljanlega, það er óþólandi. Hér er stúkan staðin upp og hann að klappa fyrir Þórsurum. Á Fatimal kemur þessum fyrir. Það er Bjarki Þór Viðarsson. Ólaður Áran stopp. Herðu, boltinn aftur út. Á Fannar. Herðu, Magnamenn fara hér í skyndisókn. Hann lítur að hlauta þetta á maðurinn. Frosti leikur að Bjarka. Nafni, þetta er búið. Nafni, flautaði þetta af. Frosti allt og lengi að þessu. Fannar brotlegur. Ég er ekki viss um að þetta var rétt dómur. Nei, þetta fannst mér fannst að fara í boltan. En við erum litaðir. Vissulega. En djöfullinn að Sölvi hafi ekki skorað. Jæja, áfram gakk. Það kemur leikvöldi þennan leik. Það hann skorar næsta leik. Það er alveg bókað. Það er gefið. En þetta er síðasti sem Magnamenn og já, þeir geta minkað hér muninn. Ég held að skeifan verði rosaleg á Aroni Birki ef þeir skora hérna núna. Aron Birkir er á tánum sér, hann er að fara að grípa þennan. Já. Jafnvel bara Lúis skjótis. Tarfurinn er svo framalega og tilbúin í þetta. Nei, boltinn á fjær. Tommi þarna. En Sigurður Marinó skallar þetta í burtu. Krissi Rós með hann. Setur hann aftur sendinguna. fyrir. Og Tarfurinn grípur þetta. Og þar með flautar hann til leiksloka. 3-0 sigur, glæsilegt. Vitlunir í klefa að fagna. Takk fyrir okkur. Frábær grannastaður og Jóhann þökkum kærlega fyrir okkur.